Komið heil og sæl og verið velkomin í Chess After Dark þátt nummer 216. Heldur betur. Hann hefur hafið göngu sína og þáttur kvöldsins ekki að vera endanum. Segið svo við fórnum okkur ekki, setni hálfleikur í gangi í Ísland, Egyptaland. Jú, mikið rétt. En áður en við komum að þættinum sjálfum, þá það autosentimenn og þeir eru að sjálfsögðu hvetja okkar menn til dáða áfram Ísland. Já, bókaðu ókeypis skoðun á autosenti.is. Alveg auglýsing sem að þeir voru að hendi í lofti. Já, sæning. Alveg sæning. Já, gengur vel. Hjammi mættur að skrúa felgurnar og ég veit ekki hvað og hvað. Gerði það reyndar. Mig grunir þetta hafi verið klippt. Já, og það líka einhver annar verðstruktúr en þeir eru vanir með okkur sko, á hjammaninn sko, það gengur greinilega vel. Það gengur vel. Og svo það Serrano menn fyrir þá sem eru að passa línurnar í janúar. Já, eða vilja nýja lifur eða eitthvað. Já, þá eru þeir með alla makrós á hreinu. Nóa prótíni, hrísgrjón, pintobönnu, kjúli, pico de gallo, kál, laukur. Já. Svo segi ég valið þetta, ég fæ bara vatn í munnin sko. Kannski ég skýt einu inni að því ég vinn í smáraldinni og mér finnst þetta ógeðslega gaman að labba meðfram glerunum með starfsmannunum en það líka mjög næs að fara á serrano.is og þá bara labba inn, sækir þetta, allt klárt. Já, ég veit hvað að gera hann í Serrano en að gesti kvöldsins. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður og formaður Framsóknarflokksins. Sigurður Ingi sömuleiðis fyrrum forsætisráðherra, fjármálaráðherra, innviðaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og umhverfisráðherra. Það ekki verið fyrirskráðið það. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir það. Samt ungur árum. Já, til þess að gera sko. Unglegur. Sko ég verð að spyrja þig á hana, spyrja maður út í handboltan, sko hvernig tilfinningin að vera orðin bara óbreyttur þingmaður? Ertu ekki bara í fríi núna? Jú, eða semst þingið hefst ekki fyrir en 4. febrúar og kosningarna voru í lok nóvember. Já, einmitt. Ógleymanlega. Þannig að það er ekkert mikið starf sem í gangi, það var nú eitthvað í gangi í þinginu í dag, en svo þegar maður formaður í flokki þá maður svo sem aldrei frí frá því og svo maður eftir að undirbúa náttúrulega stjórnarandstöðuna Já, en þetta hljóðsamt að vera eitthvað viðbrigði við að vera ráðherra. Já, og þetta umtalsverð. Kona mín kallaði þetta að ég væri núna loksins að kynnast styttingu vinnuvíkunar öðruvísi heldur en að hafa áhyggjur af því hversu dýr hún væri fyrir ríkissjóð. Nú fengi ég kannski að njóta hennar að einhverju leyti. En það er alveg rétt, það svona 2 púkar á sikkur öxlinni, annar segir nú ertu laus, nú ertu frjáls og hinn svona eðlilega bara eftirsjá, það er virkilega gaman að starfa í stjórnarráðinu og einmitt að hafa fengið tækifæri til að vera í svona ólíkum ráðuneytum á þessum síðustu 11 árum. Einmitt. Þannig að það er ekkert skrítið að það hætti einn daginn en kosningarnar voru vonbrigði, það voru það. Já. En núna það bara horfast í augu við þann veruleika og var gaman af því að veita nýrri ríkisstjórn aðhald. Já. Leggja gott til. Þannig að maður bara gýra sig í það. Já, ekki veitir af held ég. Nei, ég get verið sammála. Áður en við förum í þáttina fullu afli, HM í handbolta, ertu eitthvað búin að fylgjast með því? Já, ég er illa haldinn, íþrótta áhuga maður, var nú sjálfur talsvert í íþróttum þegar ég var yngri og eiginlega þegar helvíti stjórnmálaferillinn hófst, það var bara sveitastjórn, vissulega líka margar barnafæðir og í fullri vinnu, þannig að þá hafði maður ekki tíma lengur til að vera í körfubolta 2 viku og þá komu 10 kíló á ári, 3 ári röð og þau hef ég borið þessi næstu tæplega 30 árin, svona aðeins henni losa mig við þau eitthvað síðust árunum en já, ég fylgist bara stíft með og þetta er ótrúlegur leikur sem við sáum móti Slóvenunum. Já. Vörnin geggjuð og mér fannst hún vera að byrja þarna fyrirpartin í kvöld, ég veit ekki hvernig staðan núna. Já. Við vonum það besta og segjum bara áfram Ísland. Já, einmitt alvöru heldur íþróttamennan í Egyptalandi. Ég var að sofa þeim greinlega. Já, markmaðurinn engin smá smiði. Hann er í mínu þyngdarblokk. Hann er sennilega eitthvað sprækari samt. Þannig að þú ert körfuboltamaður á upplagi? Já, ég var svo sem í fótbolta líka. Já, skemmtilegt. Í hvað sæti endur við í handboltan? Núna það skiptir kannski ekki algjörlega öllu máli hvernig þessi leikur fyrir kvöld. Við bara vinnum Króatana og sjálfsögðu Argentínu. Já. Og þá förum við bara í áttalega úrslitin. Já. Og þá getur allt gerst. Já. Er ekki verið að tala að Danir séu bestir enn?
Ég veit ekki Jú, þeir eru ískyggilega góðir. Ég sá reyndar ekki leikinn í gær á móti Þýskalandi en ég sá svona eitthvað 500 að þið. Það eru þarna 2 leikmenn, Dana Gísel. Já. Hann er svona Gísli Þorgeir og Ómar Ingi á styrum. Ok, frábært. Hann svipaði leikmaður, sko, en alveg ógeðslega flinkur og fljótur og svo er strákur sem heitir Pitlik. Já. Ég var í Danmörku þegar ég var að læra. Já. Þannig ég hef alltaf svona taugar til Danmörkur og fylgist aldrei með. Já. Bæði pólitík og íþróttum. Já. Landsliðanum allavega. Fótbolta og handbolta, svona seinni árin. En við erum betri en Danir í körfubolta. Já. Mjög með það. Sko, en ef við lítum við frétti vikunar, við verðum að byrja að ræða mánudaginn, þar sem Donald Trump tók formlega við embætti forseta Bandaríkjanna. Trump nú þegar farin að segja upp embættismönnum, byrjaði að reka 4 háttsetta embættismenn sem Joe Biden hefði komið til valda, varaði sömuleiðis við því að þetta væri bara byrjunin og yfir 1000 fleiri myndu missa störf sín. Hann ákvað sömuleiðis að slíta samstarfi við Bandaríkjanna við WHO og Paríssamkomulagið ekki? World Health Organization. Hann gerði þetta reynda líka síðastur 8 árum. Já. En þá var Obama búinn að leika eitthvað á hann, þannig að hann gat ekki það tók eitthvað lengri tíma, þannig að það raungerist ekki almennilega, hann gat ekki gert neitt sérstakt. En sko þá vorum við náttúrulega öll svona svolítið í sjokki, sko, hvað var í gangi, þannig að núna erum við kannski aðeins meira undirbúin undir þennan óútreiknarlega mann með þessar snar gölnu yfirlýsingar sem okkur finnst ekki vera hefðbundnar og ekki ekki bara segja hæfa ekki virðingu þessa embættis þessa og mann er svona líður svona svolítið hjákátlega að fylgjast með fréttunum, sko. Svolítið óþægilegt. Mér finnst líka strax eins og svolítið óþægilegt. Það er strax eins og sem vera forseti í 100 ár, sko. Hann er búin að gera svo, hann er alltaf mættur í vinnuna og byrja að taka til bara fyrsta daginn. Þetta er dálítið skrítið. Þetta er skrítið, já. Og það til dæmis að loka öllum eða sem bara senda allar ríkisstarfsmenn heim og segja að þeim verður öllu sagt upp sem að lúta svona minni hópunum í samfélaginu, minniháttarhópum, minni hlutahópum. Það er svona sérkennlegt hver á þá að sjá það, er það fylkin eða bara eitthvað frjálsfélagasamtök á kapitalismin bara að fara að sjá samfélagið. Hann er náttúrulega svolítið þannig sjálfur, sko. Hann er einn af ríkari mönnum heims og finnst kannski skrítið að setja sig í spór þeirra sem að þurfa að berjast fyrir í hvort þeir eigi húsaskjóli eða mat eða fái læknisaðstoð. Er þá pælingin hans, hún spyrir bara sá sem ekki veit, hann ætla þá bara að losa alla sem að Joe Biden réði eða hvað? Ég held að hann sé náttúrulega bara að ganga dálítið svona djarlega til vers til að standa undir eitthvað þessum yfirlýsingum sem hann var með en yfirlýsingar sem að og við verðum bara að fylgjast með því hvað það þýðir fyrir Bandaríkin. En síðan hefur maður auðvitað áhyggjur af þessum yfirlýsingum varðandi tolla. Það gerðist síðast, sko, þegar hann var forseti að eftir hans tíð að þá jökust, sko, viðskiptahindranir milli ríkja í heiminum. Margfalt. Áður fyrir þá og við sem erum þjóð sem lifum á frjálsum viðskiptum og að stóru ríkin virði alþjóðalög, við hljótum hafa áhyggjur af því. Og núna er hann með yfirlýsingar í þess áttuna og svo með Grænland og Kanada, Mexiko tolla á hinn og þessa þannig að við hljótum hafa áhyggjur af því en svo kannski vill maður nú trúa því að svona stórt land láti nú ekki einhvern einn mann keyra sig út úr samfélagi þjóðana en ég hef ágjör af því að viðskiptahindranir jukust á þessum síðastlinu árum, þau heldur áfram að aukast eftir hann hætti að önnur ríki fóru að taka upp svona takta og við myndum held ég ekki gleiðast yfir því eða er þið tollastríð á milli Evrópusambandsins og Bandaríkjanna svo dæmis ég tekið? Nei, alls ekki. Hins vegar þá eru auðvitað er Evrópusambandið tollabandalag Bandaríkin eru þá sitt eigi tollabandalag Kína eru auðvitað bara með allt aðra stefnu, sko og stundar undirboð á alþjóðamörkuðum
og það eitthvað sem að getur verið rosalega gott að geta keypt ódýrar vörur, það gerir margir Íslendingar á Alibaba og Temu og eitthvað, en líka í hennu stóra heimi, sem sagt þegar þú ert komin að tala ál eða bíla, eins og í Bandaríkjunum, þess vegna hann setja tolla á þá og Evrópusambandið að gera slíkt í sama á kínverska bíla. En heldur, þú ert nú fróðar en við, hann búin að vera núna síðan það miðvikudagur í dag, mér strax eins og búin að vera heilengi. Heldur þetta verði bara svona næstu 4 árin? Bara fréttir út allt? Ég held hann sé nú fyrst og fremst að stimpla sig inn, sko. Okay. Og svo fari stjórnkerfið einhvern veginn að fungera og þetta skiptir máli fyrir okkur að vera í góðu sambandi við Bandaríkin áfram alveg óháð því hverju forseti á hverjum tíma. Já, klart. Þannig að ég held við verðum að vanda okkur við það. Já. En maður getur haft áhyggjur af því að heimurinn sjálfur sé smátt og smátt að fara í áttina af svona meiri viðskiptahindrunum þar sem að þessi stóru fari að beita afli sínu bæði viðskiptalega og þó hugsanlega með einhverjum öðrum hætti sem ekki gott fyrir litlar þjóð. Nei, en nú spyr ég af hverju ákváðu aðra þjóður að elta fordæmi Bandaríkjanna að fara líka viðskiptahindranir? Það náttúrulega einhvers konar viðbragð ef það setur tollur á þig, ef ég set toll á þig þá setur þú toll á mig og þannig byrjar þessi bolti að rúlla og síðan kannski líka af því eins og ég nefndi að það svo nokkuð ljóst að Kína hefur stundað undir boð, það að segja vörur þaðan alls konar þjónusta og vara sem þeir hafa verið að bjóða allan heim eru á hagkvæmu verði af því virðist, svo koma þeir bara með sína græjur og sína peninga og svo eignast til land eins og í Afríku eða Suður-Ameríku og Já, einmitt. Hann var að hótaði með 25% tollum á Kína held ég, eða maður rétt. Já, þessi afheimsvæðing eða sem áður koma sem Sigurður nefnir auðvitað, já, hún ekki heillavænt skref fyrir heiminn og hvað þá okkur Íslendinga og maður hélt einhvern veginn að því að bara á okkar líftíma Birkir frá og með aldamótum hefur þetta einhvern veginn verið þannig að millilandaviðskipti hafa verið að aukast, tollar hafa verið að minnka, við höfum verið að gera þess konar samninga og heimurinn allur og svo núna þessi nýju tónn í leiðtogum heimsins Trump reiða sig meira á eigin framleiðslu, auka tolla og annað, þetta auðvitað annar tónn og nýr veruleiki en líka eins og nefnir með Grænland að því að Putin fór á stað inn í Úkraínu og endurskilgrana mörkin á að teikna landakortið upp á nýtt en maður hélt einhvern veginn í einfeldin sinni að sá tími væri bara, ég segi ekki búinn en hann var allavega langt í burtu, nú sem að Bandaríkin líka annar hljóð komið í strokkin þar. Já, við lifum bara allt aðra tíma heldur bara fyrir 10-20 árum. Já. Og kannski, ég vona ég sé að bara segja ekki satt sko, en kannski höfum við bara lifað friðsamlegustu tíma svona vesturlandana, af því að það náttúrulega verið ófriður við það sko heiminn, bara best ekki okkur eins mikið. En núna náttúrulega síðustu árin frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu þá náttúrulega bara stríð í Evrópu þó að menn hafa valið að hafa vígvöllin þar þá allir að taka þátt í því stríði. Við styðjum það, NATO-ríkin eru þar öll, Kína og Norður Kórea eru með Rússum. Það er hálfgerð heimstyrjöld í gangi, hún bara vígvöllurinn Úkraína, svo þetta hefðbundi 2000 ára eða lengur ófriður í Miðausturlöndum. Og svo bara alls konar hingað og þangað og þannig að því miður að þá þetta bara eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af og verðum að átta okkur á því að við erum þetta frábærlega staðsett svona fjarri vígaslóð eins og hún Hulda sagði í sínu ágæta kvæði hver á sér fegra föðurland. Já, algjörlega. Kannski bara til að slúta Trump nema leifa sér með eitthvað þurfum við að hafa einhverjar áhyggjur eða mun þetta bara hafa lítil áhrif á okkur sem dæmi? Ég vonandi hefur þetta ekki áhrif og eins og ég ítrekkaði á þannig að eigum við að vera bara áfram í góðum samskiptum við öll okkar helstu samstagsríki og Bandaríkin þar með alveg óháð því hver forsetið þar en þetta áhyggju efni að þetta hefur þessi heildrænu áhrif annars vegar þetta ófriðarbál sem einhvern veginn yfir allstaðar og hins vegar að viðskiptahindranir sé að vaksa
Því það ekki gott fyrir okkur sem lifum meir og minna á því að geta selt vörur okkar allan heim. Já, sko, mín spurning kannski svipu, sko Erpur vinur minn komst á orði að við séum óttalega kanamellur og við reyðum okkur mikið á Bandaríkin sem við gerum þetta líka á Evrópu en sko, Trump núna hefur þetta, eigum við að beita okkur einhvers staðar í alþjóðapólitíkinni, eigum við að reyða okkur minna á Bandaríkin eða þetta bara... Ég held við fyrst og fremst að reyna að halda góðu samstarfi sem flesta. Já. Það okkar, við erum hlutlaust ríki, sem ekki hlutlaust, við erum í NATO, við erum friðarríki og við eigum að þetta bara treysta böndin innan þess, minna varnarsamningur við Bandaríkin okkur gríðarlega mikilvægur og síðan gott samstarf okkar við allar Evrópuþjóðir líka mjög gott og Norðurlöndin sem eru þó öll núna komin í NATO. Við eigum bara svolítið að vera í þeim pakka en auðvitað eigum að tala röddu friðar allstaðar eins og þú réttilega sögðu áðan sko því að þið voruð bara aðeins yngri, þeir eru ungi menn en voruð aðeins yngri, þá leiti þetta út að þið gætuð ferðast allan heim hvert sem var og við gætum áttu viðskipti við alla hvar sem var og þannig viljum við þetta hafa heiminn sko. Já. Múnaða besta. Þannig að við verðum að tala slíku máli og verðum að trúa á hið góða en við eigum líka ekki vera svo einföld og bláeig að átt okkur ekki á því hvað að gerast. Sammála þessu. Ef við færum okkur yfir í nýjastaðnar alþingiskosningar það að sjálfsögðu bóði Orku náttúrunnar sem að mældist hæst í Ánægjuvóginni. Hvað var þetta? 7. árið í röð? 7. árið í röð, þá ertu nú að gera eitthvað rétt held ég. Já, þeir halda áfram að vera í efsta sæti meðal raforkusala á Íslandi. Þetta auðvitað ekkert annað stórkostlegur árangur. Hittum kónginn helgina, Harald Sigfús í Orku náttúrunnar sem að kukka þarna. Já, og þetta auðvitað, sko, ég hugsa til þér á hverjum degi. Ég opna appið þeirra reglulega. Ég hugsa til þér á henni fyrir að sofa sko. Já, Orka náttúrunnar hvernig slárið aftur? Þegar orkan hrein liggur gatan greið heim fyrir okkur tveim. Heldur betur en að alþingiskosningunum menn Gárugarnir heldur við fram að við ætlum að koma með samsæriskenningu. Já, heldur við fram að þú hafir fyrir kosningar gert samkomulagi við Samfylkingun og Viðreisn ríkisstjórnarsamstarf en ekki hafi af orðið þar sem Framsókn fekk ekki nóg fylgi. Er þetta rétt sem Gárugarnir segja? Nei, þetta alrangt. Gerum aldrei slík samkomulag á Íslandi sem kannski stundum galli fyrir kjósendur að vita ekki nákvæmlega hvað að fara að gerast. Já. Á Norðurlöndunum mjög hefðbundið að sé svona svo kallar rauðblokk eða bláblokk og eða fylgist með kosningum alveg saman hvort það í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, jafnvel Finnlandi kannski svona aðeins líkar okkur að þar í hinum 3 löndunum þá hafa verið svona blokkir og það endaði eiginlega með því að þar var svona störukeppni, það alltaf minnihlutastjórn af því að náðu aldrei meirihluta og flokkunum fjölgaði alltaf sem reyndar gerðist hér líka þangað til akkurat núna í þessum kosningum að nokkru dutt út og hef ekki verið færri flokkar á þingi núna í langa tíma. Þannig að þetta er ekki algildur sannleikur að þetta sé gott, en það að við höfum gert eitthvað samkomulag við einhvern algjörlega rangt. Hins vegar hef ég trú á því að Samfylkingin og Viðreisn hefðu gjarnan viljað hafa okkur í samstarfi og ég benti nú þeim stöllum Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu á það þarna nóttina að þær hefðu þá kannski átt að vera valkvæðari í gagnrýninni á ríkisstjórnina eða þær voru ekki óánægðar með okkur. Já. Þá hefur þær kannski ekki átt að draga okkur öll niður. Nei, draga með svaðið. Í sama svaðið. En það tókst þeim og Flokki fólksins. Já. Það tókst að koma þeirri bábilju inn í hug Íslendinga, ég ætla bara að nota svo sterkt orð, að hér sé allt ómögulegt. Og niðurstaða kosninganna var að þeir sem sögðu að hér væri allt ómögulegt og þetta laga allt, þeir fengu bara hreina meirihluta og þess vegna fannst mér strax daginn eftir eins fúll og ég var með niðurstöðu kosninganna fyrir okkar hönd í Framsókn sem stóðum okkur bara vel og fólk sagði það við okkur í kosningabaratunni. Nei, þið voru bara fín. Nei, ég er bara ánægð með þess að ég gerði. Nei, ég ætla ekki að kjósa okkur. Ég ætla að fá breytingar. En nú þegar þú ert komin í stjórnar það er eðlilegt að þetta fólk bara fái að sína hvað það ætla að breyta. Já. Þú ert væntanlega komið með stjórnaraðstöðu handbókinni í hendurnar. Er ekki fyrsta regla að allt sé ómögulegt? Nei,
það verður ekki þannig í stjórnarandstöðu Framsóknar. Við munum að sjálfsögðu bara vera uppbyggileg. Við erum samfærðum að við vorum að gera mjög margt gott og á síðastliðnum 10-11 árum hefur Ísland lifað meira hagvaxtarskeið, meiri kaupmátt meðal allra, lægstu laun hafa hækkað mest, meiri jöfnuður í þessu samfélagi, 25.000 íbúðir byggðar á 7 árum, þó það verður ekki nóg, þá hefur aldrei verið byggt meira. Þannig að við munum halda áfram að vera með uppbyggilegar tillögur, styðja það ef að það er verið að vinna í rétta átt og gagnrýna þegar menn ætla að fara út á brautinni. En ekki bara með niður, ég voru að segja ég sé ómögulegt. Það er frábært að búa í Íslandi. Já, sko það voru ekki lengi þær stöllur að segja bara þarna já og svo var meiri hall en við byggust við og það var beðið okkur Jóna út í bæjum og kom með hagræðingatillögu til ríkisstjórnarinnar. Kannski er þetta bara ómögulegt verk og það er ekki hægt að gera neitt. Já, það kom mér líka óvart sko því að við afgreiddum nú fjárlög fyrir kosningar og þá komu uppfærðar tölur það að verðbólgan var að fara hraðar niður heldur en menniður rekna með, þar að segja það var meiri kólnun í haggjörinu sem þýddi að tekjur næsta ás eruðu lægri og ef þú reiknar þær tekjur síðan 5 ár fram í tíman sem var síðan gert fyrir þær í stjórnarmyndunarviðræðunum og þú gerir ekkit annað en að bara sjá að tekjurna falla á árinu 25 og þú bregst ekkit við þá náttúrulega verður bara áframhaldandi halli en að sjálfsögðu hefðu menn brugðist við og í fjárlögunum til að mynda þarna síðast þá voru nokkri hlutir sem var hent út sem að við hefðum að sjálfsögðu komið með aftur inn eftir kosningar ef við verum meirhlutan og þau hljóta að gera þannig að þetta verður ekki staðan sko. Stóra myndin er svo að fjármálaáætlun og þetta er ekkert gaman þetta er ekki svona politist sexy að tala eitthvað svona fjármálaáætlun og eitthvað svo leiðis en hún sem var samþykkt á þinginu síðastliði vor og fjárlögin í haust byggja á sína fram á að við erum smátt og smátt að auka tekjurnar og smátt að minnka útgjöldin þannig að þetta er að ná saman og þetta er sem sagt alltaf gjaldeyrisjóðurinn Seðlabankinn og matsfyrirtækin sem meta lánshæfismat Íslands öll búin að gútra og segja já, þetta er bara rétt stefna þetta er réttri leið þannig að það þýðir og að lítið að koma og segja að það sé allt í skralli og það sé miklu verra ástand en staðan er bara góð auðvitað þarf að vinna á hallanum og það er bara fínt að fara í þessar hagræðingar margt að því var í gangi og margt að því er í gangi En eru þið búin að kynna einhverja hagræðingar? Nei, ég held að við hefum verið með plan svo er bara við þurfum að vera í vinnu við að senda þið Já, en mér finnst það bara fínt og góð hugmynd að láta allavega og kannski tekstum að snúa þessari hugsun við sem að mér hefur fundist vera áriðin allt og algengi íslensku samfélagi að ríkið eigi einfallega að gera allt og ef eitthvað kemur upp á þá bara vantar pening frá ríkinu mér er að segja að sveitafélögin hafi verið svona líka sko. sem er hitt stjórnsýslustíð þannig að kannski tekstum að snúa þessu við og menn fara að hugsa og segja, heyrðu við getum gert það hagkvæmar menn það er ekki endilega nauðsynlegt að ríkið borgi alltaf eitthvað bara endalsa peninga. Það er kannski hægt að veita þess að þjónustu handa mér og ykkur aðeins öðruvísi og samt jafnvel sko og hagkvæmar. Það væri frábært ef að þjóðum fara að hugsa þannig. Líka ef maður les allir eru vinir ríkissjóðs. Sko ef maður les líka hana stjórnarsáttmála eða hvað kallaður þetta, einhverja yfirlýsingu sko það var eiginlega bara, ef ég las þetta allavega, ég sá bara útgjöld, ég sá ekkert hagræðingu. Ég sá bara útgjöld. Já, þannig þetta er áhugavert. Og þau útgjöld sem að þau virtust ætla að gera til þess að uppfylla, ef ekki að segja, mjög bólgin lofórð flokksfólksins. Að þau útgjöld sem þó birtust í þessari stefnuyfirlýsingu, sáttmála eða hvað þau vilja kalla þetta. Að þá voru það milljarðar og milljarðar ofan. Og ég á eftir að sjá hvernig það gerist leiðu allar að fara að hagræða fyrir 2-3 fleiri milljarðum. Já, líka nýji maður á þess að hækka skatta á nokkurn mann. Líka sko nýji maður sem kom í staðinn fyrir þig, Daði Már Kristjánsson sem bara góður hagfræðingur og góður maður. Hann er komin í erfiða stöðu núna þegar Flokkur Fólksins verið að biðja pening. Það er yfir það með þetta öll þessu lofar frá Flokki Fólksins og svo ertu með verið sem ætlar ekki að skatta. Hvað gerist, Sjúringi? Hann verið vesir. Það verið ves. Veit ekki hvort að menn muna því þeir eru svo ungir, muna það kannski ekki, en það var
var dundum talað þegar Jóhanna var Sigurðardóttir var félagsmálaráðherra, þá voru hún alltaf að heimta peninga og þeir voru svolítið pirraðir á henni sem voru með henni ríkisstjórn þá því að hún heimtaði alltaf svo mikla peninga. Ég ætli Inga Sæland verði ekki í því og það verði þá ég að segja nei, það því miður ekki hægt, það ekki peningar til. Ja, þetta verður alltaf mjög en sjáum til, ég ætla ekki að fara að gagnrýna þau áður við byrja og gefa þeim einhverju 100 daga gefa 100 daga en á 101. degi þá byrjum við þá byrjum við að banka sko, flokki fólksins skiptað inn í staðinn fyrir samsæðiskenninguna okkar sko, langar að byrja á að þú varst talað frétti vikuna ánlegur sko, nú varst þú fjármálaráðherra þú þekkir ágætlega þessa styrki til stjórnmálaflokka en þá voru einhverjir sem rötuðu þarna á hana ratar sem voru ekki stjórnmálaflokkar eða eitthvað? Já, það virðist og ég var nú bara ekki meðvitaður það og ég finnst kerfið okkar ekki gott ef að þetta þannig hægt og mér finnst það alveg umhugsunar vert og bara skoðunar virði sko hvort að það sé hægt að fá sem sagt stuðning á þess að uppfylla þess skilyrði sem eru í lögunum öðruvísi heldur en þegar það uppgötast að segja bara, þú verður bara endurgreiða þetta minn kæri. Já, sammála því. Þetta var áhugavert. Ég fekk bréf frá skattinum daginn af því að fjársýslan hún kunni ekki að reikna launin okkar einhverjum tímabili og var ýmist reiknuð ofið af van og svo kom náttúrulega einhver leiðrétting. Ég held að því það ekkert fyrir mig að segja að ég ætla að lagfæra þetta næsta ári sko, ég er bara að borga. Var þetta ekki bara formgalli samt í kerfinu? Það var Inga sagði það. Já, það var allavega var formgalli þessu því að ekki voru viðareiknulinn okkar. Sko einn kannski sem ég langar að taka sko, þeir tóku strax þá afstöðu þið ætluðu bara að vera í stjórnarandstöðu af hverju þetta tek? Það var augljóst þjóðin hafnaði þessari gömlu ríkisstjórn. Allir flokkarnir fengu slæma útreið, sína vestu Sjálfstæðisflokkurinn aldrei farið 20%, við höfum aldrei mælst svona lág 8% og Vinstri grænir dutt út náðu ekki eins og 25%. Þannig að þjóðin hafnaði okkur og þá eru bara skýr skilaboð, farði í stjórnarandstöðu, endurheimtu traustið, leyfðu hinnum sem að segja allt sé í skralli og þeir ætla að laga allt, leyfðu prófa. Já, þá langar maður kannski bara til að framlengja þetta sem þú ert að segja og áhugavert sem þú ert að segja. Sko, af hverju heldur að því að hún tala í byrjun þáttar, sko, þið eru að standa ykkur frábærlega en við ætlum samt ekki að kjósa ykkur svona, ertu búin að ná núna þegar þú er búin að vera ná aðeins að slaka á og vera í smá fríi, setja puttan á, af hverju heldur til dæmis að þið hafi ekki fengið betri kosningu? Já, ég held bara að þjóðina verið búin að fá upp í kók af okkur. Það voru allir leiðir á okkur. Það var bara sama fólki mér í ríkisstjórn. Sumstaðar í kringum okkur þar rótera menn svolítið í ráðherraliðinu. Bara til þess að fá aðeins upplýftingu og við gerðum ekkert slíkt og þó. Þegar Katrín hætti þá náttúrulega var breyting. Sú breyting þegar Bjarni verið forsætisráðherra þá hrinur fylgi við stjórnmálaflokkana alla og ekki síst okkur. Hún var límið, ef við að segja það. Já, hún hélt að þetta stjórn á Vinstri grænum og gerði það verkum að við gátum unni með þeim og það líka að Bjarni var forsætisráðherra var ekki þjóðunarskapi. Nei, einmitt, það var komið ljós. Við förum örgulega aftur inn í þetta eftir en það er svo margt sem langar að tala við Sigurð Inga, við verðum að halda áfram með þáttinn. Svo komum við aftur að þessu eftir. Sko, við ætlum aðeins að tala áfengi sem er alveg skemmtilegt því að ég er að drekka eitt búdvar hérna, váka búdvarinn er góður. Já, við Sigurður gerum í edru viku. Já, þeir eru í klaka. Íslenskt vatn er mjög gott. Já, íslenska barkanir. Ert þú að taka edru í janúar? Já, hann er það sannarlega. Ert þú að taka edru í janúar, Sigurður Ingi? Nei, en ég held ég að nefnda við ykkur áðan að ég á góðan vin, sko, sem er doktor í innkirtlafræðum, reynda dýra og hann kendi mér það þegar ég var í námi og var þá líka í framhaldsnámi að það væri sem sagt nóg að hvíla lifrina í hálfa mánuð, þá fengi maður nýja lifur. Þannig að hálfa mánuður er alveg fínt. Ég hef tekið slíkan hálfa mánuð öðru hvoru. Vel gert. En mér finnst það bara gott og mér finnst áhugavert hvað margir
og svo nú þessi áfengislausi bjór til að þetta bara verið mjög góður bjór. Já, hann það nefnilega sko. Þannig að það bara margir sem að taka þetta sem ákvörðun bara lífstíl og mér finnst það bara frábært sko. Áfengi farið að stjórna allt miklu í íslensku umræðu. Já. Og íslensku samfélagi sem leiður okkur að næsta umræðinni. Þessin ég var að tala um áfengi sko, herferð framsóknar gegn netverslun áfengi sko, þetta rittaraspurning, þetta naflaspurning sko, herferð framsóknar með netverslun áfengi, þetta augljóst merkið að framsókn sé steinaldaflokkur að vera mótið þessu? Nei, fyrstulega þetta ekki herferð, við erum bara að segja það verða að vera lög í landinu, við erum með lýðheilsustefnu það hvernig við takmörkum drykkju barna og ungmenna sem við hefum því miður séð aukast sko þegar ég var ungur þá voru hér bara fyllir í nýra Hallarisplani og út alla bæi og bara ungt fólk var bara mjög oft drukkið alveg nýri allt og ungan aldur sko. Svo tókst okkur bara að vinna á því og það er kallað íslenska mótilið og kentum allan heim við erum að tapa því. Af hverju erum við að tapa því? Er það út af vefverslunum? Nei, ég ætla ekki að vera svo grófur sko, halda því fram en það er út af því að við erum einhvern veginn farin að umgangast áfengi sem einhverja svona ekki þá vöru sem hún er þetta er vímuefni og við verðum að fara varlega með þetta og þegar það eru lög í landinu þá á að fylgja þeim og ég þeirra skoðunar og ég ekki að benda á eina netsölu frekar en aðra ég bara segja að það þarf að rannsaka þetta er þetta rétt? Það hefur fallið dómur í Svíþjóð sem er með svona sambarlegt kerfi við, ekki nákvæmlega eins en sambarlegt, þar sem að netsalan var dæmd ólögleg og hún var hins vegar dæmd lögleg ef að lagarinn var í Danmörku þannig að þú gast pantað allt það vín sem þú vildir í netsölu í gegnum þessa sænsku netverslun en þú þurftir að bíða eftir að varan kæmi frá Danmörku það sem er á Íslandi er að netsalan er þannig að þú stendur fyrir framann rekkan og pantar vörunni gegnum síman og farið hann að afhenda eftir eina myndu er það netsala? Já, það er netsala Er það ekki? Þú pantar þetta á netinu Ef að laun er óskýr þá þarf að skýra þau og þegar að fyrirvændi dómsmálaráðherra var hún leiður á þessu og kom loksins með frumvarp Guðrún og þá fór endur aldrei minn í samráðsgátt þá stóð eftirferandi texti til þess að gera netsölu löglega þarf að gera þetta með öðrum orðum hvað? Það var ekki bara Er ekki með öðrum orðum að mati dómsmálaráðherra og dómsmálaráðandis að netsalan sé ólögleg Þarf þá að gera að færa lagarinn út fyrir landsins strendur Það var niðurstaðan í þessu sænska máli Já, einmitt Væri það samt ekki aftur fyrir að fara í það aftur eða? Eftir því hvernig þú lítur á það Já, eða svona sem frelsistengjandi maður Ef þetta er frelsi að hafa óheft aðgengi að áfengi Já Áttu gömul börn Já, 11 mánaða, hann er 11 mánaða í dag Þegar hann verður 13 ára Já, ok Sko, reyndar Ég var í 6 ári í námi í Danmörku Ég gæti fara út í búð og keypt allt áfengi sem ég vildi Mér fannst það bara frábært Já Fannst bara ekkert að því Nei, já, ég sammála því En Danir eru hins vegar með áfengisvandamál og ungmenni drekka maður þar miklu meira heldur hér miklu meira Það er staðan Þannig að þegar ég átti orðið 15 ára börn þá bara skipti ég skoðun Já, ok Þetta er eitthvað áhugaverð punktur sko, þegar við erum að tala um áfengismenninguna á Íslandi og í Danmörku nefnir það, þegar þú varst ungur maður þá var bara neyri í allt og ungan aldur sem að fólk og krakka voru að drekka og er ennþá og síðan einmitt með þessu íslenska módeli svo kallega sem er kent við sögum heim batnaði það og svo aftur erum við að sjá þetta núna aukast sko, ég velti því samt fyrir mér að því þú nefnir Danmörku sem dæmi það sem að einmitt drikja hlýtur að vera talsverð og þeir stæra sig af bruksmiðunum sínum og öðru slíku en sko, er íslensk drykkjumenning yfir höfu til fyrirmyndar? Nei Er hún verri en gengur og gerist? Hún var miklu verri áður en bjórinn kom Já Það var bara drukkið sterkt og menn drukkuð þessu ofurölvi og voru með kók og brennivín og kók í og inn í buxunum og drukkuð hland og það var ógeðslagt Alltaf að þessi brennivín var bara ískalt með hákarlinum Þannig að sko eins og best var á kosi væri þá bara að halda óbreyttu sniði eins og hefur verið síðustu ár það er að segja áfengis
Verslun ríkisins einangunarsölu á þessu? Já, sko, netsala getur alveg verið fyrir hendi, en hún þarf það bara að vera raunveruleg netsala samkvæmt þeim lögum sem að við teljum að séu gildi. Það getur ekki verið að einhverjir á markanum fara að stjórna því hvernig lögin eru. Og meira sem Guðrún talaði að það væri óeðlilegt fyndist henni, og hún í Sjálfstæðisflokknum, að það væri óeðlilegt og gætir fengi nánast 24/7 aðganga áfengi. Þá spyr ég mig sko, er ekki áfengisdómur á löggjafarvaldi að einmitt atvinnulífið sé á undan, eða það þurfa að þrýsta á það þegar löggjöfin einhvern veginn ekki nógu skýr af því að hún virðist ekki að vera það? Ég ætla að segja jú, að löggjöfin hafi ekki tekið á sig og ég held að það sé meðal annars vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið með yfirlýsingar um að netsala sé lögleg, jafnvel einstaka dómsmálaráðurar sem að mér finnst vera sérstakt og hafa meiri inngrip á saksóknara og eftirlit lögreglu heldur en saklaust bréf míns sem fjármálaráðherra þar sem ég benti á sænsku löggjöfina og lögfræði álit sem að við höfum látið útbúa í fjármálaráðundinu sem einhverju sökuðu mig að ég var að skipta mér á lögreglunni sko, sem var náttúrulega fáránlegt. Það er miklu meiri yfirlýsing að hálfu einstakra dómsmálaráðara sem segja, já, netsalega er lögleg, samt komaður með fram með frumvarp sem að segir, já, til þess að gera netsalega lögleg þá þarf að gera þetta. Já. Þannig, já, ég ætla að segja að löggjafinn hafi ekki staðið sig og mér finnst eftirlit þeirra sem eiga eftirlit ekki á staðist heldur. Nei, sko, þetta en ég skil alveg þá sem er í atvinnurekstur eða komast upp með að gera eitthvað sem að mörgu fólki í landinu finnst frábært að því að hver vill ekki fá meiri þjónustu og auðveldara þetta og auðveldara hitt hver vill ekki að þá ganga þeirra á lagið á meðan engin regla er eða engri reglu er fyllt þannig mér finnst bara, það er ósanngjarn leikur sko. Já, sko Hafdís Hrönn, þingmaður Framsóknar á síðasta kjörtímabili, hún sagði mér að það væri engin leið til að koma í veg fyrir þess að tegund smásölu áfengis. Sko, er þá ekki galið að sé að reyna að Framsókn sé að standa í vegi fyrir því að jafna stöðu innlendra aðila á þessa markaði? Þarf það að vera ríki sem er að segja um þetta? Það er bara umræða sem þarf að taka. Já. Sko, það að ríkið geri þetta tryggir að það sé ákveðin þjónusta hringinn í kringu landið. Ef þetta væri bara selt í búðum þá væri var ekki bara Euroshopper bjór og til hvers er að drekka Euroshopper bjór ódýrt viljum við ekki, er það tilgangurinn sko? Nei, ég veit, já okkur þá bara ekki drekka áfram brennivín í kók erum við ekki að reyna að færa þessi menningu eitthvað aðeins ofar sko? Og þarf ekki fólki í landinu alltaf njóta einhverja sambarlegra þjónustu ríki gerir það, ég er ekki vissum að einhver engaðili myndi vera tilbúin að halda úti áfengisölu hinga og þangað sko. En kannski er þetta að gera það með nútímatækni og netsölu sko, ég bara segir það verður að vera regla og regluverkið verður að vera umrætt í samfélaginu og klárað af löggjafanum og þeir sem eiga að hafa eftirlit með því að lögunum sé fylgið eftir. Þá er ekkert að því og það getur vel verið að við getum haft eitthvað annað fyrirkomulag heldur að vera með í dag en það getur bara ekki verið stjórnlaust. Sko Áslaug Arna, hún tók fyrirspurnu ríkisstjórnarinnar helviti bókstaflega og byrjaði með hagræðingartillögur okkur einasta degi, búin að vera með núna einhverja 15-16 tillögur. Hún lagði til eina sem að væri, og Sigurður Andersen held ég líka, að bara leggja niður ÁTVR. Já, ég sá að þeir sem að eru hinum einn í lífinu og vilja koma í veg fyrir að allir sé að fullir alldaga að þeir voru með aðra sparnaðartillögu. Já, hvað var það? Það var bara að ÁTVR væri þarna og leggja niður og banna það sem að vera ólulegt. Já. Því að það myndi spara miklu meira fé fyrir heilbrigðiskerfið. Já, ok. Já. Og það var umtalsvert meiri sparnaðar heldur tillögur þeirra staldna í sikkurum hægri flokknum. Eins og í lokinu þessu var þetta var áhugaverð málamiðlun þar sem að þetta virtist vera leyft nema á helgidögum. Já. Þeir lokuðu bara daginn á helgidögum. Já. Netsalan. Já. Já, voru þeir ekki með opið það? Jú, þeir voru með opið sko og sen skipti löggan sér af og einmitt lokaði út allt. Já, og þá lokuðu þeir. Þá lokuðu þeir. En þeir er alltaf að sjá hvað komast upp með þessi Já, það er þannig virkar kapitalismin. Hann ítir á ef að löggjöfin er ekki skýr og eftirlitið er ekki virt þá fara menn og lánt og ég held að það sé ekki gott fyrir neitt sko. Nei. Og svo eins og ég segi, við erum með lýðheilsustefnu sem að snýra því að og íslenska módelið hvernig okkur tókst að vinda ofan af ofdrykkju ungmenna árum áður þegar ég var ungur
að það hefur virkað og megum ekki henda einhverju svona út úr gluggan vegna þess að einhverjir vilja græða peninga á því að selja okkur áfengi og við viljum endilega geta keypt það hvernig sem við verðum að gera þetta með opin augu. Já, flott. Já, ekki góði punktar að koma einna fram. Við ætlum að færa okkur yfir í útlendingamálin í búið Dokubit. Það morgunverðarfundur 5. febrúar hjá Dokubit. Vá, ég þarf að mæta það. Til þess að kíkja á. Já. Og svo þetta UT-messan 7. og 8. febrúar þar sem að Dokubit verða með sterka viðurum og þeir eru þetta langstærstir á Íslandi í rafrænum undirskriftum. Ég notaði á síðustu dag og heldur vel við. Já, þetta eru, ég veit ekki hvort það sé vel gert. Djúvillig bjór góður maður. Já, en Dokubit eru lang fremstir á sínu sviði og færa okkur útlendingamálin. Ef við byrjum aðeins á þessari frægu ræðu sem varst með í kosningasjónvarpinu á RÚV. Hver var pælingin? Var hluta breyttir stefnu Framsóknar eða? Pælingin var við vorum búin að ræða þetta sem sagt fram og tilbaka og í ríkisstjórninni var búin að takast á í áraðir milli VG og Sjálfstæðisflokks. Það sem við vorum kannski bara heyrðist aldrei hver var skoðun okkar. Það sem við vorum að reyna að ganga þarna á milli og síðan náðum við bara fínni niðurstöðu í janúar 2024 og gáum hann út í febrúar. Það var bara held ég aðgerðaráætlun 22 liðum breytt og löggjöfin var breytt samkomulagi vorið. Meiningin var síðan að breytin aftur í haust og svo er þinni breytt aftur og er breytt svona 6 mánaða fresti í takti við það sem var að gerast á Norrlöndunum og síðan voru þarna allskyns aðrir hlutir eins og svo staðreind að það er öllu grauta saman í þessar umræðu annars vegar hælisleitendum sem eru nokkur þúsund og hins vegar þeim 70.000 sem búa hérna á Íslandi og eru hér vinna og stór partur af þeim og jafnvel alltaf helmingur hefur tekið ákvörðun að búa hérna og það fólk þarf auðvitað að fá meiri möguleika á að læra íslensku, aðlagast íslensku samfélagi eða fá inngildingu eins og er vist í tísku að segja. Og allt þetta var samkomulum milli ríkisstjórnarflokkana. Svo heldur þessu bara umræða áfram og það er verið að fóðra hana. Miðflokkurinn stóð þetta lengst í því og flokkur fólksins. Já. Og við vorum búin að ræða þetta aðdragandi þessarar kosningabaráttu að kosningabaráttu á Íslandi mætti ekki og ætti ekki að fara að snúast útlendingamál. Það væri ekki vandamál per se þannig. Auðvitað tókum við tíma á móti allt og mörgum. Árið 22 og 23 var þetta stjórnlaust. Hingað ultu inn Venezuela til eina landið í Evrópu þar sem að Venezuela var ekki sendið bara heim. Og við tókum þetta með opin augu á móti Úkraínumönnum og þeir eru sennilega 5.000 hérna á Íslandi. Og síðan var einhver 100 af hinum restinni sem komu hingað sem í leitað alþjóðlegri vernd. En á sama tíma var allir þessi hópur fólk sem að við erum að draga hingað til lands til þess að hjálpa okkur að halda upp í hagkerfinu í Íslandi, hvað sem er í byggingageiranum, velferðargeiranum, ferðarþjónustunni eða hvar sem er, sjávarútvegi. Og akkurat í þessum þætti þarna og þess vegna studdist ég nú við texta vegna þess að ég átti aldrei von á því að ég geti farið með þetta allt saman. Þarna er ég síðastur í röðinni. Og það er bara hver stjórnmálamaðurinn á fætur öðrum búin að koma og að mínum mati hálf drulla yfir fólk af erlendum uppruna. Já, fannst þér ekki bara að vera þessi 2 flokkar? Nei, mér fannst það vera meira. Já. Mér Sjálfstæðisflokkurinn og jafnvel Samfylkingin hafa tekið þátt í. Okay. Og ég notaði það í þessum þætti. Ég nefndi þessa 4. Og þá fannst mér bara að vera tækifæri til að segja að það væru aðrar hættur í landinu stærri. Til að mynda svo staðreind að við værum ekki með nægilega skýra stefnu í því að verja auðlindir landsins, land og auðlindir. Og benti bara á að einn gæi á 1,6% í Íslandi og ef hann getur það og það getur komið 10 aðrir þá er bara 16% orðið. Er það Ratcliffe? Já. Og við náðum ekki lengra í ríkisstjórninni, við náðum samt að laga ýmislegt en við náðum ekki lengra vegna andstöð eins flokksins og það var ekki Framsókn, ekki Vinstri grænir.
en á sama tíma var einhvern veginn frjálst að tala útlendinga svona mikið og bara ég þekki bara fullt af fólki sem hefur sest að á Íslandi með góða rætur og eru bara góðir íslenski þegnar og börnin þeirra og barnabörn og ég held að í öllum fjölskyldum þekkjum fólk sem gift eða býr með fólki af erlendum uppruna og þessu fólki var mörgu hverju farið að líða illa. Þannig að mér fannst bara einhverjir að taka málstæðin þeirra. Já. Og segja bara, hvert vandamálið? Er það 5.000 úkrainmenn? Nei. Er það þessir 3.500 Venezuelamenn? Já, að því leitinu að þeir áttu aldrei að vera hælslendur eða semst aldrei að koma inn og sækja málþjóðlega vernd. Þeir áttu bara að koma engað sem að þeir voru bara að leita nýju betra lífi, öruggara lífi. Voru ekki endilega pólitíski flóttamenn. Eða voru það nokkur hundruð sem voru frá Írak og Sýrlandi og Palestínu og Afganistan og þeim ríkjum sem að er hörmung sko. Kannski var aðalvandinn sá að á árunum 22-23 voru þetta bara ómargir af því að löggjöfin var á rúm. Síðan breyttu henni og á síðasta ári var þetta bara komið í jafnvægi. Eftir sem áður eru þetta mjög margir en svo allir þessi stóru hópur fólki sem hefur ákveðið að setja sér nað. Ætlum við ekki að hjálpa því fólki að verða Íslendingar sko. Því að þegar árið 20% af þjóðinni sem eru með erlendan uppruna og ef við hugsaum að börnin þeirra verið þá 20% líka að ef Ísland á að geta verið í samkeppni þjóðana alltaf verið sér best þá verða allir árgangar barna líka þessi 20% eiga sömu möguleika og innlendu börnin. Til þess að við getum fengið næsta Viktor Gísla í handbolta, til þess að við getum fengið næsta vísindamann, næsta nýsköpunar Kerasis, veist. Hann getur komið hvar sem úr þessum hópi. Þannig að þess vegna held ég þessa ræðu. Sammála eftir hverju orði Sannar segir ekki. Sko, ég hugsa samt að þegar þú segir hvert vandamálið það hlýtur að hafa farað eins kjósendur sem var kannski kveikjana þessar umræðu sko einmitt að því þú nefnir þetta 22 og 23 það sem að hafa mikill fjöldi sem kom inn í einu og hálfstjórnlaust einhvern veginn vegna óskýrs regluverks eða einhvers þess áttar sko og maður sér einmitt Jóðellhúsi bara að það undirlegt af flóttamönnum og það fóru mig sérstaklega þá bara að því ég hugsaði bara þarna eru einmitt ungir krakkar sérstaklega sem einhvern veginn hóla niður í eina blokk milli Seltjarnarnessins og Vesturbærin sem nú kannski ekki endilega auðvöldustu hverjum að koma inn í og þú veist, það flott hvernig félagsbústaði gerir þetta, það hefur verið að dreifa þessu niður á íbúður, kannski 5% af öllum nýbyggingum eiga að vera félagsbústaðir og úrræði fyrir fólk sem hefur kannski minna milli handana en þegar þetta er gert svona þá hugsa maður bara wow, við erum ekki að skapa aðstæður til þess að búa til nýja vísindamenn eða Viktor Gísla handboltamenn með því að gera þetta svona. Þannig þetta var kannski, þetta einskoraðist kannski við 22 og 23. Já, það var þá allavega fóruð úr böndunum sko. Og fjöldin var bara of mikill, við réðum ekki við hann sko. Og regluverki var ekki nógu gott, við höfum bara ekki húsnæði og þess var farið að leita að einhver svona leiðum til þess að reyna að búa til eitthvað sem að allir eru sammálum að menn eiga að forðast, að búa til gettó og auðvitað verður fjöldin að vera í samræmi við gettó okkar. Já. Hver hann nákvæmlega það er ómögulegt að segja sko. En bara fyrir nokkru einmitt á þessum árum þá var það fyrst og fremst Reykjanesbær, Reykjavík og Hafnarfjörður sem voru að taka á móti og þau voru bara að drukkna á þessu sviði. Suðurnesjabær tók á móti börnum á flótta. Síðan hafa þó nokkuð mörg sveitafélög alls ekki einhvers 18-20 búin að gera sambærilega samninga þannig að þetta er þá orðið svona landstekkandi aðgerð og við verðum bara þetta er eitt af því sem við verðum að setja okkur við í breyttum heimi. Já, einhver ráð til segjum að þú myndir vera dómsmálaráðherra, einhver ráð til Oppu, hvernig þarf hún að gera eitthvað eða er þetta bara í góð náðu að taka til? Nei, það eru þarna hlutir sem að við ætlum að breyta núna síðastliðið haust sem að ég held að það séu allir sammálum sko eins og til að mynda að ef þeir sem hafa fengið alþjóðlega vernd brjóta alveg af sér þá bara senda það á landi. Það hefði þurft að breyta því. Já.
og einhverja lagfæringar þarf alltaf að fara yfir sko mín skilaboð til Obbu væri bara fyrst og fremst þau að segja bara satt hvorki fegra nýja reyna gildis hlaða sko hlutina og gera það eitthvað ljótari eða verri, bara segja satt íslenska þjóðan þolir það alveg ég ætla að koma eina sleggju en sko, má ég segja að þessi orðræða að væri útlendingamandamálina og væri alltaf að fara í bál og brand hérna í Íslandi, ég meina, þetta miðflokkurinn var kringu 10%. Kjósendur segja bara, það margt annað sem verður að kjósa heldur en þetta. Já, það var ég held að þetta hjálpa til við að þetta varð ekki eins stórt kosningamál eins og virtist stefna í, þetta var nú fyrsti þáttur það var mánuður í kosningar og þetta var bara svo að vera aðalvandamál á Íslandi meðan að aðalvandamál á Íslandi var að við vorum svolítið perfið á því að verðbólgan var og há og vextirnir alltaf svo voru fólk að það þetta Það eru klárlega áherslubreytingar eftir þessa ræðu í umræðinni ég held að en svo hins vegar þá skildi ekki alltaf allir nákvæmlega hvað við hefum meint og hvað ég var að meina sko og við höfum eitthvað söðlað og alls konar undarlegar hluti sem var búin til það var bara vitleysa þetta var nákvæmlega það sem við höfum verið að tala inn í stjórninni inn í ríkisstjórninni allan þennan tíma höfum áhyggjur af því sem að þurfum að áhyggjur af Hversu mikið fór þetta Jason-máli töðanar á þér og ykkur í Framsókn til dæmis í ríkisstjórnarborðið? Sko það fór kannski að því leitun í töðanar á okkur að það er alltaf mjög erfitt þegar að einhver svona persónuleg mál verða eins og það sé vandamálið sko. Persónur, þetta má ekki komast á þetta stig sem það er alltaf oft í íslensku samfélagi og það er vegna þess að hluta til vegna þess að regluverki er ekki nóg skýrt við erum alltaf oft með fólk hérna sem er búið að vera hérna í 2, 3, 4 ár jafnvel með börn sem eru komin inn í skóla með vini og tala íslensku og eitthvað og þá sendu það landi sko. Þetta verður að ganga hraðar fyrir sig og þeir sem eiga rétt á því að fá vernd eiga bara að fá þá þjónustu og síðan að komast inn í íslensk samfélag sem fyrst þannig að þau þurfi ekki á hérna, viðbótar stuðningi að halda eins bara einn stutt og hægt og þeir sem ekki hafa þennan rétt eiga þá að hérna, frá að hverfa hraðar og þá fyrir þetta fungera betur því annars eyðilegst þetta kerfi alþjóðlega vernd síðan eru þetta bara mjög margir í heiminum að leita betra lífi bara eins og meginparturinn af Venezuela fólkinu og margt að því komið það heim og komst í vinnu og var bara mjög gott fólk til vinnu það hefur bara átt að fara gegnum það kerfi það er bara að koma hingað og segja ég ætla bara að flytta til Íslands ég kom með vinnu og hérna en ekki fara gegnum hæliskerfi Klart Já, sko Birgir, það er komið nýjum liði í þættinum Já, ok, spennandi Hann er bóðið Play og hann er til þín Þín persónulega okay. Sko, ef þú myndir bóka flug með Play 9. til 16. mars til Marrakesh Giskaðu hvað myndi kosta? Leggurinn Samtals báðir Round trip, ég ætla að segja 200 úrskall Segir þú ekki, maður bjóðar að spreita þig? Ég myndi giska á 100.000 100.000 Þetta er kringum 43.000 krónunar Þeir eru Ég hlæði bara þess Já, þetta eru þetta hlægilegt verð Það er bara þannig Er ekki betra að fara á Eilstað? Það er ekki að vera það sem síðan þetta Alls ekki sko Þetta flugmiða hérna, verðin er allt saman rugl sko. Verðin hér innanlands eru allt og há með það sem að flugfélögin tristir sig til að bjóða okkur til að lokka okkur til útlanda sko. Það er bara eitthvað rugl sko. Já, það er náttúrulega getur verið dýrt að fljúa landsbyggðina, það er alveg klárt mál en það þrátt verið að við innleitum svo kallega loftbrú sem var stuðningur við þá sem að búa út á landi Heldur mögulega, þess að ég pæla alltaf með svona aðgerðum að þú veist, ef ég væri bara fjármálastjóri eða eitthvað, myndi ég þá bara á loftbrú og skrúi bara verðið aftur upp Já, meni, þetta er alltaf hættan sko og þetta er sama og með húsnæðisbætur og allt slikt sko og auðvitað er einhver tilhneiging til þess og þetta var nú gert að skoskri fyrirmynd og ég fór til Skotlands og hitti þar skoska ráðamenn og spurði þá einmitt þetta sko og þeir sögðu að það væri mjög mikilvægt að það væri sem sagt, það einhver samkeppni á markanum þar sé að væri fleiri en hérna
fleiri en eitt flugfélag. Já, sem er vesinn hér. Sem er oft vesinn hér, en þau er reyndar fleiri en eitt sem er að fljúga þetta, en síðan skipti öllu máli væri eftirlit neytendana. Já. Og svona meðvitund. Erum við ekki frekar lélegir í því? Og við erum oflélegir í því. Já. Við erum oflélegir í því. Verðbólgan hefur farið illa með okkur. Gegnum bara áratugina. Já, einmitt. Já, þökkum play fyrir heilbriða samkeppni á erlendri grundu, eða til erlendra grundu. En Hallarhund, sko, fyrsta sæti sögugjörðami, eftir áhyggja, missefnaðist það mögulega? Mögulega, maður veit það ekki. Kannski ef ég farið einn inn, ef ég hef ekki gert það. Já. Við fórum þó 2, svona herkjum. Það tókst eins og ekki fullkomlega, menn að ég ætlaðist til að við myndum skora á þessu. Og ástæðan fyrir þessu var svo að ég skynjaði það sem við vorum að tala um áðan, sko, að það væri allir orðin leiðir á okkur. Það kallaði bara á breytingar. Nýtt og fest. Og jafnvel þó að væri bara ánað með störf okkar og málefnin og verkin, að þá bara vildu við nýtt fólk. Og þess vegna var þetta svona mín tilraun sem formanns í flokknum að segja bara, heyrðu, ég ætla að ganga undan með góðu fordæmi og lagði þetta til við kjörstjórnina hjá okkur. Það urðu svo ekkit mjög mikla breytingar á öðrum listum í öðrum kjörstæðum en ég veit það ekki, sko, hvort þetta var mistök eða ekki mistök, en við erum allavega komin þá inn með mjög öfluga nýja mannesku. Já. Og móti náðum við kannski ekki þeim árangri sem ég var að vonast eftir. Nei, sko, nú er ég ekki almannatengill, sko, en við erum að tala nýtt og fest. Hún var alltaf búin að vera að skjáma alltaf landsmanna í 2-3 mánuði, sko, þú veist, að því að mér langar að hrósa ykkur til dæmis þegar Einar Þorsteinsson mætti til okkar í borginni, sko, það var eitthvað nýtt og fest. Ég velti fyrir mér, sko, fólk komið nóg að henni, þá er ekki endilega, ég er bara að tala eiginlega bara öllum forseta frambjóðandunum, sko, þú veist, bara 2 kosningar á ári, kannski bara of mikið, sko. Já, það er líka mögulegt. Já. En það er eins og er alltaf ánægilegt að fá öflugt fólk inn í pólitík og hún er sannlega öflug. Já, algjörlega, og það verður gaman að sjá hvernig hún stendur sig sem óbreyttur þingmaður. Ein spurning varandi á henni fer í mjög skemmtinan lið. Þú talar um áðan að þú ætlar ekki að segja allt sé ómögulegt sem ríkisstjórnin gerir. Þú ætlar að vera sanngjarn, harður en sanngjarn. Sko, stjórnarandstaða Framsóknar ætla að stilla ykkur upp með Sjálfstæðisflokk og Miðflokk eða ætla að gera þetta á eigin forsendum? Við gerum þetta algjörlega á eigin forsendum. Já. Við erum ekki Miðflokkurinn og við erum ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Nei. Og við höfum aldrei verið. Nei, algjörlega. Og bara sem dæmi, sko, eitt af loforðum ríkisstjórnar var að byggja Sundabrú. Já. Eða Sundabraut. Já, hvenær fáu hana? Ef ég hefði haldið áfram, þá hefði hún farið í útboð á þessu ári. Ok. Og ég vona að það takist. Útboðið tekur 2 ár, þannig að framkvæmdir myndi þá hefjast 27 og það taka svona 5 ár, þannig að þetta er svona 31-2. Já, Eyjólfur Ármannsson, hann græðir þetta á korteri. Hann allavega segist alltaf að gera þetta og ég mun ekki gagnrýna það. Nei, svo dæmi það að vera uppbyggilegur. En ég mun eins og að hafa fylgjast með hvernig það verið gert. Já. Af því að þetta var sem sagt undirbúningurinn en búin að taka mjög langan tíma. En það var það sem þurfti, en þegar ég lagði af stað þá var borgin ennþá á móti þessum vegi, sko. Já, það málið. Það er ekki lengur. Já, ok. En það tók nokkur ár að vinna það í gegn. Já. Og núna er bara verið sem sagt umhverfismat og undirbúningur að breytingu á aðalskipulagi í gangi til þess að þetta gangi upp og hluti af þessu umhverfismati er síðan endalegt val á milli þess að gera brú eða göng. Sjálfum fannst mér brúin smartari, hún var ódýrari og hún var líka möguleiki þá fyrir sem sagt gangandi, þetta er lágbrú og hérna er það alveg áhugaverð. Göngin leysa ákveðin vanda en þau eru miklu dýrari en þau eru þetta gölluð að því leitinu og þú hjólar ekki þar í gegn og þú gengur ekki þar í gegn. Nei, klart. Við þurfum að mæta með kampavinnir á Alþingi þegar ég er mjög spenntur þegar þetta verður tilkynnt. Fara af stað, útboð. Líka, ég veit, kannski að því við verum með náttúrulega innviðar á þeirra til margra ára, hvað breytir þetta miklu þegar við fáum þetta í gagnið? Þetta styttir, ef ég man þetta rétt, þá styttir þetta, eða fækkar eknum kílómetrum á höfuðborgarsvæðinum 150.000 kílómetra á dag. Já, ok. Talsvert. og hérna
og þetta léttir á umferð allstæðargerfinu, þessu skrítið. Það hefur semst áhrif miklu meir heldur en bara á Ártúnsbrekku og Gullinbrú. Það hefur áhrif út allt höfuðborgarsvæðið. Geðveikt. Við erum spenntir. Við ætlum aðeins að fara í fortíðina núna sem við gerum ekki oft en þegar við gerum það þá gerum við það vel. Við erum náttúrulega með mann í setti sem hefur upplifað tíman að tvenna. Já, ég veit það er málið, sko, hann er búin að ná sinn feril. Nú gerir þið mig svo gamlan. Sko, við erum komin til ársins 2016 þegar við Leifur megum alla kjósa, sko, þegar þú tekur embætti forsætisráðherra í kjölfarið á vindrismálinni og þá var þetta formanni flokksins Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Sko, fyrsta spurning er mjög opin, en sko, í miðri hringiðinni þarna, sko, manstu hvernig leið þarna og hvernig atburðarásin var þegar þú ert að taka við á honum og orðin forsætisráðherra og þetta hlýtur að hafa verið mjög skrýtnir tímar. Já, þeir voru stórkostlega skrýtnir og hver klukkutími var eins og sólarhringur eða vika og síbreytilegur. Sérst allt frá því að þetta Kastljós þáttur á sunnudagskvöldi ekki. Einmitt, þú veist, mér langar að vita bara. Og ég horfi á hann einn niðri í þinghúsi og ég vissi ekki hvað ég var að fara á. Þú vissir ekki að vera formar til korter? Og svo labba ég út og beint í viðtal. Svo á mánudeginum þá eitthvað 20-30 manns mætt á Austurvöll til að mótmæla og á þriðjudeginum þá verandi forsætisráðherra og formaður flokksins komin út á Bessastæði að reyna að rjúfa þing sem að þingflokkurinn hafði deginum áður hafnað að gera. Já. Og þar lendi svona ákveðin uppreisn komin sem til að gera langasögu stutt og ég ætla að fara betur yfir seinna. Við þurfum mun lengri tíma í það í að fara að rifja þessa klukkutíma allir upp að þá niðurstaðan svo að við munum taka upp samtal við sjálfstæðisflokkinn áframhaldandi samstarf gegn því að ég verði forsætisráðherra sem síðan gengur eftir. Já. Og á miðvikudeginum löpum við Bjarni þarna niður stigann eftir að Höskuldur var búin að tilkynna allt sem undan var gengið sem var súrrealísk stund að standa eftir stiganum og sjá alla fjölmiðla Evrópu vera mætt inn í okkar litla skála andiri Alþingis og lætin sem þar voru og á 50 deginum komin í ríkisstjórn. Þetta er rosalegt, sko. Og ég hlakka til að lesa bókina hérna, Sigurður Ingi, sko, fæstu eitthvað umhugsunarfrest eða var þetta bara, þú ert bara orðin í forsætisráðherra og formaður frá Framsóknarflokksins? Já, við tókum náttúrulega bara þetta samtal í þingflokknum á þeim tíma og þetta var niðurstaðan, sko. Og svo tókum við samtali við sjálfstæðisflokkinn og svo bara eitt og öðru og þess að segja, þetta voru áhugaverðir klukkutímar á hverjum sólarhring. Þegar þú ert að horfa á viðtalið þarna einn í Alþingishúsinu, þú vissir ekkert hvað var að fara að koma í þessu viðtalið eða eitthvað? Nei, mjög áhugavert. Ég verða aðeins að hamra á því, sorry. Sko, var ekkert erfitt að fara á móti þá góð vinniðinum Sigmundi Davíð formann Framsóknarflokksins? Það var það. Og ég reiknaði aldrei með að vinna, en það axliðist þannig tímar að það var látlaus pressa á mig að bjóða mig fram og ákveðna breytingar sem að hann hafði verið með í bígerð sem að mér hugnuðist ekki, þannig að ég var bara að gefa flokksmönnum valkost, ég átti ekki að vona að vinna. Já, þú áttir ekki vonað að vinna? Nei, ég var bara að veita flokksmönnum valkost. Já. Hvernig var þá tilfinningin að vinna? Það er alltaf gott að vinna, sko. Já. En það var eins og ekkert gott að sjá þann sem tapar labút, sko. Nei. Það var sem ekki gott. Nei, kannski bara til að klára þetta, ég meina, náttúrulega þið störfuðu lengi saman, það þarf engan félagsfræðing til að sjá það að þið eru kannski ekki bestu vinnir í dag. Var þetta erfitt fyrir þið persónulega? Já, ég held að þetta var örgulega tekið á okkur báða, sko, og marga í kringum okkur og þetta var bara erfiðu tími. Já. Og svo árið eftir þá stofnar hann náttúrulega miðflokkinn, gengur út úr Framsóknarflokknum, hann var semst kosin í þessum kosningum fyrir Framsóknarflokkinn, við vorum saman í stjórnarandstöðu eitt ár og síðan eru kosningarnar 17, þar sem að miðflokkurinn stofnaður. Já. Má segja til höfus Framsóknarflokknum. Já, þetta hefur verið alveg rússíbana reið, að því Háskólabíói. Já, þetta var mjög sérkennlegt, alla stæði.
trúi því. Þá komið að Evrópusambandsumræðinni og hún í boði TM sem að mældust einnig ánægasti við mældust ánægastir þar. Já, tilviljun. Það svona eiga góða vini, Birgir. Það þetta ómetanlegt þeir leggja áherslu á framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu og ég heldur betur byrjar að kynnast því á eigin skinni eftir að ég tryði fasteigna hjá TM og svo það Lengjan og hann Arsenal-maður, hann Sigurður Ingi. Algjörlega. Hann Arsenal-maður. Ertu harður eða? Já, ég sem sagt verði Arsenal-maður 1970 71, það var eitthvað 8 ára. Gátuðu eitthvað þá eða? Það voru bestir. Já, ok. Unnu Döfald og... Hverju voru hetjurna þá? Sko uppáhaldsleikmaður minn var Frank McLintock. Okay. Hann var miðvörður, hann var svona Franz Beckenbauer típa. Já. Hann spilaði þannig stöðu. Þannig að ég spila svoleiðis stöðu, sko. Ég svoleiðis típa. Já, einmitt, ég trúi því. Hversu harður ertu? Missur að leika? Já, ég alls ekki harður. Nei. Ég lifi alveg, sko, ég lifi alveg þó að það séu 20 ár síðan við unnum, sko, en ég lifi líka á því að við fórum í gegnum eitt tímabil án þess að tapa og að liðið spilar yfirleitt skemmtilega bolta. Já. En mér finnst pirrandi hvað vantar stöðuleika í það, og stundum finnst mér vantar svona barátt, sko. Eins og þessi ekki tilbúinir að berjast eins og lið, en mér síðastliðin 2 ár eru svona meira og minna rosa góð. Já. Og svo bara gerist eitthvað á einhverju leikjum þar sem að það klikkar, en svo eru náttúrulega kljóstuð Manchester City og núna Liverpool á því líku helvíti skrið en ég verð samt að gleðast yfir því vegna þess að í 20 ár þegar ég á sko 2 stráka sem eru mjög illa haldnir Liverpool aðdáendur og allur frændgarðurinn, þeim tókst einhvern veginn að gera allan frændgarðinn að Liverpool aðdáendum, það var bara þungleindi í þessum fjölskyldu bara í 20 ár, þannig að ég gladdist innilega þegar þeir unnu meistaradeildina En ég aðeins pirraði núna. Ertu Arteta aðdáandi? Sko, ég veit ekki almennilega, ég var mikill Wenger aðdáandi. Já, trúi því. Var ekki erfitt að sjá hann fara? Jú, ég hitta mér þess á Paris leikvanginum Stadium de France. Já, Stadium de France, já. Á landsleik Íslands og Frakklands. Já. Tók mynda mér með Fyrir að fá það myndag Bankaði bara upp á. Já, huge fan. Jóhann Lögga í Eyjum sem var í stjórn KSI kom til mér og sagði, ekki okkar maður þarna? Viltu ekki að tala hann? Og ég rauk á hann. Velgerð. Já, það þetta dýr sjálfa. Það einhver dýrasta sjálfa sem ég hef heyrt Lengja vill vita hvað staðan í leiknum núna? Já, Lengja vill ég tekka því eftir, en Lengja vill vita Sigurður Ingi, við setjum nú inn að kipa og klaka undir hver stuðullin á að Arsenal taki deildin í ár. Hann fyrir lækkandi. Þannig að það er best að setja á það núna á lengjunni af því að hann fyrir lækkandi. Ánægður með það. Sko, já, en þá að Evrópumálunum. Hann með sterkar skóna þar, ég gerir ráð fyrir því. Já, þann 27. ágúst síðastliðið sagði Kristján þætti hjá okkur lítið hann hafa eftir sér. Í Evrópumálunum hef ég verið mjög skýr á því að ég tel að þetta sé ekki rétt tíminn til að fara í þá vegferð. Þetta er mjög stór breyting fyrir Íslands samfélag og verður að vera með óboðslega sterkt umboð til verka og þú getur ekki verið með 1 til 2 stjórnmálaflokka sem ætla að leiða það verkefni. Svo endar hún á að segja að sé bannað að plata í þessu starfi. Hver þín sín á Evrópuvegferð ríkisstjórnarinnar? Sko, fyrst langar mig að segja þetta hljómar svona eins og stefnumiðuð yfirlýsing eins og Inga Sæland sagði að kosningalofvarðin Það er 51% hefði verið. Sko, allt sem hún segir þarna hlýtur að vera satt og rétt og svo kemur bara spurningin, akkur ætlar hann ekki að standa við það? Því annars er hann að plata. Staðan er þessi að Evrópusambandi sjálft er í vanda og það voru skrifað 2 skýrslur á síðasta ári, annars vegar af manni sem heitir Draghi og hins vegar manni sem heitir Letta og var í Ítali og kom í meðal annars þungavektamenn í evrópskri pólitík, seðlabankar, fjármála ráðherrar og alls konar pólitíkusar. Þeir skrifuðu 2 skýrslur, sikurlegi. Báðar lýsa því hvernig Evrópa er á hraðri stöðnun og að fara aftur úr Kína, Bandaríkjunum
bara langt aftur og báðar skýrslunar á þess að segja það sína hvenar vondaði vegferðin hófst. Það var þegar menn tóku upp evruna. Lausnin við þessu að samhæfa og búa til bandalagsríki Evrópu. Það segir þessu Bandaríkin. Og svo lýsa þeir öllum áhyggjum sínum á því að hvernig það að gerast þegar hver hendin upp á móti annar og enginn allar að gera þetta. Hagvöxtur í Evrópu hefur verið mjög lítill. Það nánast stöðnun og afturför í Þýskalandi sem þetta einreiðin í Evrópusambandinu. Það pólitískur órói náttúrulega eins og Íslandi, Fraklandi, Þýskalandi og hefðbundið auðvitað á Ítalíu, Spáni, Greiklandi. Á meðan að Bandaríkin hafa og við höfum verið að vaxa í takti við hagvöxtinn í Bandaríkjanum. Það margir mælikvarðar sem getum tekið. Hvernig þeir geta nýtt sér gervigreind og hvað mikið nýsköpun. Ef við segjum að skalinn sé 10 í Bandaríkjanum, þá skalinn kannski svona 5 til 7 á Íslandi. Þá Evrópa í 1-2. Og þá segi ég bara, til hvers ættum við að fara að binda trúss okkar við tollabandalag þar sem að vandamálin eru að hrúast upp. Af hverju eigum við ekki bara að finna lausnir á þessum vanda okkar sjálfu? Og ef vandinn sá að við getum ekki tekið 20 ára óverðtri lán á hæfilegum vöxtum, eðlilegum vöxtum, vinnum þá í því. Gerum eitthvað í því að búa það til. Það var það sem við vorum að reyna að kynna til sögunar í kosningabaráttuna og verkefni sem í gangi. Og ég mun fylgja eftir. Hinn hlutinu þetta að hvenær verðum við tilbúin að gefa þann afslátt á auðlindum okkar, hvort sem til sjávar eða lands, að við séum tilbúin að ganga Evrópusambandið? Jú, það eru 2 þjóðir í landinu þegar það kemur að þessu. Það einhver 25-30% sem eru tilbúin til þess og vilja bara ganga Evrópusambandið. Og svo eru kannski svona 30-40% sem eru ekki tilbúin til þess. Af hverju ætla þessi ríkisstjórn að fara að kljúfa þjóðin aftur í þessar fylkingar og búa til aftur þessa gjá og þessa djúpu umræðu? Af hverju? Er það til að breiða yfir að þau sé ekki nú samhæfðið eða eitthvað, því að augljóslega eru þau ekki ef þau ætla að henda einhver út sem annars það sem varst að lýsa yfir hvernig Kristrún hefði talað í ágúst og síðan að þau ætla að segja, já, þetta verður bara eitthvað svona bara íbókostning sem við ætlum ekki að skoða ná. Þegar það mjög mikilvægt ætlimenn í svona vegferð að þá bara stendur ríkisstjórnin á bak við það og fellur ef hann mistökst. Var þetta leikþáttur í aðdraganda kosninga að segja, við erum ekkit endilega á þeirri skoðun að við ætlum að ganga í Evrópusambandið, við erum bara að sjá til þess að verði haldin lýðræðisleg kosning hérna? Ég veit það ekki, en allavega hana tókst Kristrúnu með því að íta til þessu máli til hliðar, nýju stjórnarskráni til hliðar, skiptum skoðun í útlendingamálunum, bara umtalsvert, það var bara svona bara næsta blaðsíða og nýr kapli og jafnvel önnur bók og jafnvel virkjanamálum að þá urðuðu þau held ég miklu svona geðþekkari fyrir hinn almenna kjósanda. Var það vísvitandi leikarskapur? Ég vil nú ekki trúa því. Sömu kannski, en þú veist svo mætti Þorgerður andi Brussel, já, það var skemmtilegt. Já, ég ætla einmitt að segja sko, kannski Þorgerður Katrín sem mitt næsti gestur. Elskaði Þorgerður. Hérna, þú veist það var einhvern veginn sama hljóðaði á henni. Hún dróa þess úr þessum harða Evróputóni og sagði einmitt, við viljum bara fá þessar lýðræðislegu kosningu, sko flokku sem að hefur barist, ég ætla ekki að segja hatramlega, en mjög stíft fyrir því. Hann var stofnaður út af þessu. Að koma okkur í Evrópusambandi. En það var einhvern veginn saman upp á teiningnum rétt fyrir kosningar að þetta snerist nú ekki að tróða okkur í Evrópusambandi, hvað sem það kostaði, heldur bara að halda hlutlausa kosningu. Já, og svo bara hver utanlandsferðin og hvernig annar til að hitta stækkunarstjórar. Já, þetta alveg efni í nokkrar umræðinu þingi. Það bara þannig. Þetta ekki alveg heiðarlegt. Nei, þetta áhugavert. En það sem mér finnst vera aðalatriðið að þetta ekki gáfulegt, vegna þess að Evrópa er að dragast aftur úr. Og mun þurfa bara að vinna verulega í sínum málum. Og hins vegar, þá sé ég ekki að þjóðin sé tilbúin að fara að flikka sér á baku þetta. Heldur muni hún akkurat vera skipt í tvennt og deilurnar muni vaksa. Já.
og til hvers? Er það sem við þurfum? Nei, sko, nú spyr sá sem ekki veit Þorgeir, mér fannst þú svona að vera að því sko, einhvern veginn að sjáum að Trump tekið við Bandaríkjunum og eitthvað mikið væri nú gott að vera í ESB núna þegar að koma svo mikil heimsstyrjöld. Af hverju væri það betra ef að Trump fer í tollastriðið í Evrópu? Það er ekki ágætt að vera Ísland. Ég er að spyrja þig. Og sérstaklega varnarsamning við Bandaríkjunum. Já. Ég sé það ekki, sko. Nei. Men okkur hefur, við erum á síðast ári þá heldum við upp á 80 ára afmæli lýðveldisins. Já. Ætlum við að láta það bara duga? Ætlum við að slaufa því? Ætlum við ekki að ná 90 árum með það? Hvað með 100 árum? Það er gaman að komast í 3 stæða tölu. Já, algjörlega. Kannski ánum slúttum þessu, á hlýtu gullna spurningir að standa eftir. Hvað þurfum við að gera til þess að tryggja það að við getum tekið verðtryggt lán, eða lán á bara... Óverðtryggt lán? Óverðtryggt lán fyrir ekki vöxtum sem að eru Íslendingum bjóðandi. Það er verkefni sem að ég fekk hann Dr. Jón Helga Egilsson þegar ég var fjármálaráðherra og hann ætlaði að ljúka því verkefni í febrúar, kannski febrúar-mars. Ég vona bara að Daði Már klári það verkefni. Ég mun fylgja því eftir, spurja eftir því. Verkefnið snýst það að alveg eins og í öllum öðrum löndum í kringum okkur, þá er einhver í yfirburðastöðu. Annarkvort risastóri bankar, Seðlabankinn eða ég ríkin, lífeyrissjóðir sem eru í standi til að taka langtíma óverðtryggð lán. Litlu bankarnir í Íslandi, að þeir eru litlir, þó þessi stóru í Íslandi, þá eru litlir, þeir geta ekki tekið slík lán og lánað okkur til 20 ára. Þannig að það þyrfti einhver annar að gera það. Hvort sem væri ríkið, lífeyrissjóðirnir, Seðlabankinn einhvern veginn saman, sem væri síðan hægt að fara í vaxtaskiptasamninga við bankana og ríkið geti til dæmis þá fjármagna sig á skammtíma lánum sem oft eru á hagkvæmari í vöxtum, þannig að við getum lækkað fjármagnakostnað ríkisins. Þá væri bankarnir okkar komnir með, eða bankarnir sem eru hérstarfandi, komnir með þessa vöru sem þeir eiga ekki í dag og getur búið þér 20 ára óverðtryggt lán með föstu vöxtum. Já. Í Danmörku þegar að verðbólgan var uppi þá voru þessir vextir 8%. Já. Núna í haust voru þeir 5,06. Auðvitað fer það eftir verðbólgan á hverjum tíma. Með því að gera þetta til að mynda gegnum lífeyrissjóðina þá getur þeir hugsanlega komist út úr þessari verðtryggðu umhverfi sínu sem ég held að vera jákvætt. Og við værum bara komin svolítið í óverðtryggðar óverðtryggða heim sem að hagur okkar allra byggðist á því að viðhalda stöðuleika. Já. Þar með líka verkefælshreyfingarnar og atvinnurekandi. Það var option fyrir miklu fleiri. Þetta væri bara, þetta er náttúrulega augljóslega option fyrir miklu fleiri og svo myndi þetta líka vera að allir væru bara á þessum bátið. Í dag eru þeir sem lána peninga verðtryggt með bæði belti og axlaband. Já. En þeir sem taka lánið bara fá á sig skellin ef eitthvað gerist sem er ekki í höndum lántakans. Við jafnvel ekki eins og lánveitandas. Og það má náttúrulega bæta við það að það er það erum orðum þetta er hægt. Já, þetta er hægt. Samfélagsbankin góði. Já. Ekki spurning, látum bara þar við sitja, þetta er mjög gott allt saman. Gott stöf. Snúum okkur aðeins að framsóknarflokknum og kannski framtíðarhorfum þar. Það eru þetta kontaktfyrirtæki gerðargjöf sem að sjáum verðmeta á fyrirtækjum. Já. Og það eru fyrirtæki öllum stærra gráðum. Ég myndi að halda þessi ansið mikilvægt á hún og kaupir eitthvað fyrirtæki eða ert að pæli þín einn að verðmeta það? Rétt, já, þá eru kontaktfyrirtæki að ráðgjöf ekki bara faglegir í sinni nálgun, heldur líka vinnalegir og hlýr sem að skipta máli. Rétt, góð þjónustu. Endilega kíkja þá. En sko, ef við ekki bara byrja á spurningana, ætlar að bjóða þig fram sem áframhaldandi formaður Framsóknarflokksins? Já, það var hjá okkur flokksþing í apríl á síðast ári. Það eru 9-10 mánuðir síðan. Þar fekk ég bara mjög góða kosningu og þráttur að kosningarnar hafi verið vonbrigði að þá er ég á þingi og ég ætla núna að nýta næstu vikur og fara hringinn og hitta grassrútuna, sveitarstjórnarfólkið. Við erum gríðarlega sterk á sveitarstjórnarstiginu, annar langstæsti flokkurinn á því stjórnsýslu stigi. Það er á meðal á höfuðborgarsvæðinu.
ekki verið sterkari hér í sveitastjórnum á þessu svæði sennilega aldrei. Þetta í Reykjavík, Kópavogi og Mosó. Við erum með held ég 9 sveitastjórnarfulltrúa í Suðvestur og 4 borgarfulltrúa. 2014 eftir mikinn kosningasigur 2013 þá vorum við með 1 í Suðvestur og engan í Reykjavík. Þannig að núna erum við með 13 á þessu svæði. Þannig að við erum bara sterk hérna og við erum mjög sterk við að hringir í landið og oft í meirhlutum eins og í Borginni og Hafnarfirði og Kópavogi og Mosó. En líka bara hérna annar staðar hérna á svæðinu. Þannig að ég ætla að fara í þetta, að hitta mitt fólk. Síðan erum við bara með okkar kerfi til að mynda svokallega landstjórnafundur sem er svona 12 manna fundur. Formenn kjördæmissambanda, stjórn flokksins, þingflokksformaður og slíkt og sérsambund. Sáfundur er núna í lok mánaðarins. Hann mun boða til miðstjórnarfundar sem við ætluðum aldrei í nóvember. En við verðum að hætta við út á kosningum. Við mistum einn miðstjórnarfund, þeir eru 2 á ári, vor og haust. Og þessi landstjórnarfundur myndi boða til hans og þar geta mætt þá eitthvað tæplega 200 manns, 150-200 og þar munum við taka samtalið og á slíkum fundi hérna er meðalans að ræða hvort það að flýta flokksþingi og hvenær það ætti að halda. Það væri semst að öllu óbreyttu þá er það annað hvert ár sem samkvæmt lögunum. Hvet allar hlustendur til að taka hennan þátt í mynd. Sigur Ingi glæsilegur hérna í settinu. Heldur betur, í jakkafutum og nýkliftur. Nýkliftur af Kjartani Rakara á Selfossi. Ég hef aldrei séð mann óanaðan að fá vinnu og þú varst live hérna á sunnudeginum hérna á RÚV og þú varst bara, það þarf að mæta eftir að vinnuna. Þú ert feskur, þið langar ekki að hætta eitthvað? Nei, sjálfsögðu ekki, Þetta er auðvitað svakalega skemmtilegt starf og það er bara svakalega heppin að hafa fengið þennan stuðningi svona langan tíma til þess að annars við bara frá kjósendum í landinu og svo þetta frá grassrót flokksins að vera hérna í forsvari fyrir flokkin og ég er alveg til í að gera allt sem ég mögulega get til þess að byggja okkur upp að nýju hvað sem svo einhver fjarlægar í framtíð byrja skoðið sér. Það eru kosningar nýbúnar og kjörtíðanbili eru að svona alla jafna 4 ár. Það skal þó rifjað upp að það eru færri ríkisstjórnir en fleiri sem haldi út 4 ár. Þó svo að síðasta ríkisstjórn hefði haldið út 7 ár. Rétt. Að þá eru það færri en fleiri og við í ríkisstjórninni 17-21 held ég að sé í fyrsta skipti sem að 3 flokka ríkisstjórn heldur út í 4 ár. Í lýðveldssögunni. Já, einmitt. Takk fyrir það. Eitt sem ég langar að spyrja og þetta er bara opin spurning var þetta Framsókn. Við erum alveg þetta í rittarspurningan sem er svona síðasti parturinn af þættinu. Hvað þarf Framsókn að gera að þínu mati til að ná aftur þeim hæðum sem að þið greinlega viti að þið getið náð aftur? Við verðum að ná betur áheyrn þjóðarinnar. Við verðum að ná þessu millilega lausu samtali sem við náðum að skýra mjög vel 21 fyrir hvað við stæðum. Og ég held að fólk muni líka upplifa það undir þessari ríkisstjórn að það sakna okkar. Já. Og að þegar að það bjátar eitthvað á Íslandi þá kalla menn til Framsóknar. Við erum atvinnuflokkur, við erum verðmætasköpunarflokkur, við erum flokkur sem að hugsa um þá sem að þurfa á aðstofan að halda en við aðhyllumst líka einstaklingsfrelsi og að efla atvinnur trúum því að atvinnan sé svona drifkraftur þess að heimilin geti lifað og að verja heimilin. Og ég held að það verði mjög skýrt í okkar máli í stjórnarandstöðu og eins og ég nefndi áðan bara hvar við erum stödd vísvegar í þessum sveitastjórnageira hringinn í kringum landið. Þannig að leið og þetta samhengi á milli upplifunar fólks og þeirra stöðu sem það er í þegar það verður svona beinna þá er tími Framsóknar komin aftur. Já, algjörlega. Svona einn maður sem ég vil taka út á Framsókn, Orri Hlöðves. Hann er að kukka inn í Kópavogi, Heldur betur, ég er að fara að kíkja til hans á morgun. Í skoðun? Já. Sæll, frumur í maður. En toppmaður, ég kynntist honum fyrir 20 árum þegar ég verið sveitastjórn á Suðurlandi, þá var hann bæstjóri í Hveragerði.
Við vorum saman í stjórn atvinnuþróunarfélags Suðurlands. Já. Toppmaður. Árni hleypi leið í síðustu partana á þættinum, þá eitt sem langar að ræða þegar kaffistofurinnar að ræða þetta. Já, bara heyra þetta í kaffistofun í dag. Þinn gamli vinur, ennþá vinur Sjálfstæðisflokkurinn. Sko, ég ætla bara að byrja að spyrja bara mjög spurningu. Hver heldur næsti formaður Sjálfstæðisflokkur? Sko, auðvitað veit ég það ekkert frekar en þið eða nokkur annar en hérna. Þú þekkir þetta lið ágætlega? Já, sagan segir að Áslaug Arnars líklegust. Og Gulli allir bara verða borgarstjóri. Já. Ég veit ekkert hvað til í því. Nei, Gulli borgina maður. Reyndar ég elska Einar er þetta kóngurinn. Já, Einar hefur staðið sér vel, hann að kljást við erfiðan Tók erfið búi, mjög erfið búi. Og þó þessi búið að snúa svolítið við í rekstrinum, þá veit ég að honum finnst hann þurfa að gera betur. Já. Og hann mun gera það. Já. Það verst hvað þetta allt geðþekki menn. Já, Dagur líka geðþekki. Allir sem eru í pólitík, svo ég tala nú bara vel allt fólk, fer í pólitík vegna þess að það vill gera vel. Já. Og það síðan bara eru sumir bara svo óhefnir að vera með vondar pólitíska skoðan. Já, svo það sko. Þú talaðir á honum þegar þú varst einn í Alþingissalnum að horfa á viðtalið Sigmund sko. Hvar varstu þegar þú last pistilin eftir Bjarna Ben að hann veri hættur, kom þetta þér óvart? Nei, það kom mér alls ekki óvart sko. Það kom mér óvart þegar hann hringdi mig á sunnudeginum í október. Já. Átt bara ágætisfund hann, ég og Svandís á laugardaginn og einn þingmaðurinn hafði hringdi mig kvöldið og spurt það var eitthvað ferð á vegum þingsins. Ég sagði, á ég hætta við hana? Ég sagði, nei, það gerist ekki neitt. Nei. Næsta dag. Og ég var daginn eftir að því nú dýralæknir þá var ég að fella aflífa 2 af mínum uppáhaldsrossum klukkan 3 á sunnudegi og þá sé ég og var búin að undirbúa það búin að taka svona efni upp í sprautuna og með náli kjaftinum og þá hringi síminn og þá var það forsvara og ég tek upp símann og sagði ég get bara ekki tala við hann ég beti, má ég tala við þetta klukkutíma og þá segir hann bara, nei og þá segir hann mér að hann sé bara búin að hendi handklæðinu. Já, ætla að slíta þessu. Og svo bara fór eitthvað stutt á milli okkar það og bara hvernig hann ætlaði að gera það og svo setti ég bara síman á borðið og kláraði verkið sem ég var byrjaður á. Andskotinn maður. Ég man hvar það var, en ég man ekkert hver ég var þegar hann gaf þetta út. Nei. Það kom mér ekki óvart, af því að eftir að þú ert búin að gera þetta, sprengja ríkisstjórn til þess að ná vopnum þínum og flokksins komast í ríkisstjórn og eitthvað og nær því ekki að þá hefur þið tapakostningum. Já, það má alveg horfa á þannig. Sko, ein lokaspending frá mér ána leiður fyrir þetta sko, það var mikið í umræðunni að sko öll podcastlandsins talaði að Sjálfstæðisflokkur og VG geti ekki unnið saman og eitthvað. Svo byrjaði það svona aðeins að kvíslast út að þetta hefði bara verið þreytt líka á milli ykkar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Var þetta hjónaband sem var búið? Já. Þið eruðu harðorðari svona eftir sem áleið eftir stjórnarsliðin? Já, það vegna þess að þegar þú ert, það er mín nálgun. Ef við gerum samning að gera eitthvað og við erum sammála hvernig við ætlum að vinna þann samning, þá vinnum við bara að þeim samningi. Og þá er ég ekki út og söður að tala gegn því sem þið er að tala um. Nákvæmlega. Heldur bara vinni að því. Og þegar þið byrjið að tala gegn því sem ég er að tala um, þá reynir ég bara að býta í axlinn og tala um að þetta gengi ekki, við erum að standa saman. Þegar það er síðan búið, þá getum við bara sagt sannleikan. Já. Og sannleikurinn var bara þessi, að í þó nokkuð marga mánuði, jafnvel í 1,5 ár, þá voru bara fjölmargir þingmenn Sjálfstæðisflokksins í stjórnarandstöðu. Það kemur engum óvart. Nei. Ég er alveg nefnt á en það þarf ekki, það vita allir. Það voru bara stjórnarandstöðu. Og það er ekki hægt að vinna að einhverju sameiginlegu verkefni þegar þú ert ekki með þá sem þú ert að vinna með samstíða. Já. Algjörlega. Þá bara spyr ég ein loka spurning. Sko, hefði þið mögulega bara átt að labba út úr þessu þegar Katrín Jakobsdóttir fór í forsetaframboð? Já, við hefum átt að hafa ég velti mikið fyrir mér í janúar
24 Já. Þá fannst okkur, við tókum þetta samtal þá fannst okkur mikilvægar að reyna að ljúka verkefnunum, ná verðbólgunni niður, okkur fannst það ábyrgðarhluti, það var rétt áður en að kjarasamningar lotan fór í gang við sem ekki betra fyrir þjóðina, fyrir samfélagið að við klárum þetta, náum þessum kjarasamningum, fjárhagsamning upp á framtíðina. Við náðum því og það var örugglega betra fyrir þjóðina og samfélagið en það var verra fyrir Framsókn. Já, vel svarað. Þá komið að rita spurningun. Nei, ekki leiður. Ég blandi almenna spurningar og það í boði Sútöp og Búllunar. Kannski byrjum á... Herru, ég segi þetta oft, en það í alvörunni, inbox okkar fylltist, þannig að það áhugi á Sigurð Inga ennþá. Þannig að hann má ekki fara neitt, takk. Já, rittaraspurningarnar eru innsenda spurningar. Við berum enga ábyrgð sem stendur hann. Nei, við berum okkur að það. Gott, já, þú okkur að því. Fyrirfram. Get ég þá að ég ber enga ábyrgð á svörum? Já. Þetta er innsend svör frá þér. Sútöp, ég verð að byrja að spyrja, er þessi jakkaföt úr Sútöp? Nei, veistu, ég man ekkert hvernig sem skrattans jakkir, hann var bara hlýlegur í morgun og mér var svo hálf kalt. En hvað geti þessi buxur? Það er maður ekki helt. Kannski eitt í alvörunni, er ekki veistla að vera í stjórnarnarstöðu? Ertu ekki spenntur að vera í stjórnarnarstöðu? Við erum bara á móti öllu og fyrir ekki pælinir. Það er frjálsara. Og fyrir þá sem voru óbreytti þingmenn í stjórn, getur verið mjög leiðilegt. Hendunar bundar. Aftur þetta með samningin. Þú getur ekkert leyftir að tala hvernig sem er. Allan ekki að þú ert í Framsókn. Af því að við erum bara búin að skuldbunda okkur til þess að vinna þessu verkefni. En þegar þú ert í stjórnarnarstöðu, þá getur þú sagt nánast hvað sem er. Nánast. Já, ég trúi það sé næst. Já, Búlan, 30. tilboðið. Þú fórst ákvað í gær, Birgir, ekki það? Varstu þau með það? Borgaði 1990, ég bara byrja, er þetta ekki vísitölutengt? Ákveður þetta ennþá 1990 hvað? Fárulegt fyrir hamburgara, franskar og gós Búlan auðvitað bestir í sínu fæ. En Sútöp, þeir ákvaða bæta í. Já. Komin í 40% afslátt. Þeir að gefa bara, já. Og þeir getið skoða þetta á sútöp.is í verslunni að Bólhaldi 4. Kíkið við hjá þeim og gerir frábær kaup. En Sigurður Ingi, ertu byrjaðar að syngja með Karlakóru Hreppamanna? Fór í gærkvöldi á fyrstu aðeins. Það var ógeðslega gaman. Smá stress að því að kórun að fara til Kanada á Íslendingaslóðir með öðrum kór og það var alveg heil mappa 30 lög og ok, ég þekkti nú kannski svona 10, 15, 20 en það voru nokkur sem ég bara það er læri allt þetta, ok svo var bara kert í gegn, en þetta var ógeðslega gaman. Ég ætlaði að fá Sigurð Inga á þriðjudagskvöldi, hann bara glemdi hugmyndin, það eru kórkvöld Já, nú er bara að afskrifa þriðjudagskvöld. Ég verði að ná þessu allavega. Hvert er þitt uppáhaldslag á lagalistan? Já, svona við fyrstu sín. Hvað hugsaður strax? Yes, já, ég kann þetta vel. Er Heimna smiður á listan? Nei, en þetta er náttúrulega þjóðsöngurinn og hver á sig fegra og úr útsæði rísa Íslandsfjöll, en síðan syngjum við Hreppamenn, við sungum og lærðum Suðurnesjamenn sem er ekki Sigvaldi Kaldalóns en það er eftir Sigur Ágússon sem var tónskáld í minni sveit og nágrannar minn, kendi mér svo píanó hálfan vetur, hann og ég vorum heldur jafn glaðir þegar ég hætti og ég sá alltaf eftir því en hann samdi svakalegt lag við Suðurnesja í anda Sigvalda sem hann lærði hjá og það er svakalegt lag. Það er svakalegt lag. Og gaman að syngja það. Ég trúi því. Þessi er góð. Hver eru flottustu réttir landsins og hver er besta réttarstemningin? Já, réttirnar heima hjá mér eru orðnar geggjastlega flottar. Það voru bara svona stein sem var steypt 56 og byrjaði molna og hrynja en síðan voru þær byggðar upp úr Stuðlabergi. Já. Geðvikt. Og með svona sólúri, það var geggjuð hugmynd sem kom fram og það eru mjög flottar. Mesta stemningin og skemmtilegustu réttinar eru túnaréttir, næstu sveit. Já. Það er bara geggjafjör, það er sungið í röddum. Ég farið í það réttir og bara verið, blessaðir sveifarbændunir, þeir reyna að mæta alltaf svona klukkutíma fyrr og vera búnir að rétta áður en að koma 3000 manns og því að enginn af þeim hann er bara þvelast fyrir
og ef það er gott veður þá bara standa menn og syngja bara, og svo þetta farið í kjötsúpu heim á begi sko. Það geggjastuð, það enda líka í sveitunum hérna í uppsveitunum en það mestastuð í tónaréttum. Já, maður þarf að skrá sig þetta. Ég reyndar alltaf verið mikill skrapartungur réttar maður en hverjum þykir sinn fugl. Það eru örugglega frábærar og svo fór ég líka nokkur ári í hérna laugskólarétt, hrossarétt, það er skemmtilegt. Já, það er ekki. Þetta voru einmitt hrossaréttir sko og eru líka einnig. Telur þú að núverandi kerfi á úthlutun tollkvóta á landbúnaðarvörum sé skilvirkt? Nei, það er ekki skilvirkt. Evrópusambandi sjálft, ef við ætlum að fara þangað, það er bara stundar massífan uppbóðsmarkað, svo sem býður hæst hann fær. Við fórum eitthvað að rugla í þessu hérna fyrir nokkur árum, það hefur ekki virkað. Já, þetta er frá Eyþóri Helgassoni, hann bæti við, gæti hugsanlega verið betri leið að hafa útboðið opið, þar sem allir hafa upplýsingar hvað henni að bjóða. Já, en þetta er eitt af því sem að sko við verðum átt okkur á því að hérna, við munum ekki geta framleitt allt sem við þurfum að framleiða til þess að hérna, uppfylla þarfir markaðarins. Við erum auðvitað að fá hérna, 3 milljón ferðamanna og ef allir vilja til dæmis bara hérna, bacon þá er svínið ekki bara búið til baconi. Ef allir vilja bara hérna, lambafille þá er ekki bara hryggur á lambinu sko. Það er bæði frampartar og læri þannig að við munum alltaf þurfa að flytja inn alls konar vörur. Við eigum hins vegar að vera með þannig fyrirkomulag að við séum ekki að íþyngja okkar innlendu framleiðslu. Við erum að reyna að lyfta henni og normenn eru til dæmis með þannig kerfi að þeir eru eitthvað að glíma við þetta líka en við erum að gera það í miklu meira mæli af því að hlutfall ferðamanna hér er svo miklu herra. Þannig að þetta er flóknara en við þurfum að gera þetta betur, þetta er ekki nóg gott. Ætlum við að flytja norskar kýr til að auka framleiðni á mjólk? Sko, ég hef alltaf sagt að það sé ekki engamál bænda. Sko, þegar ég var að byrja sem dýralæknir og ég var enda bóndi líka tíma, þá var bara býsna gott ef að einhver meðal kýr komst yfir 4-5 þúsund lítra á ári. Og meðalvikt allra kú á Íslandi var þá bara eitthvað rúmlega 4.000 lítrar á ári. Núna er þessi talaorðin eitthvað 6-7 þúsund og þessar bestur að fara í 10-12 þúsund. Þannig að það er bæði ræktun og fóðurrun og aðbúnaður sem hefur gert þetta. Akkur ætlum menn að fara að flytja einn stærri kýr? Jú, það er að þeir geta mjólkað ennþá meira. Þá fækkum við bændunum ennþá meira. Þannig að þetta er ekki alveg engamál bændana. Nei. Við neytendur eigum að hafa skoðan á þessu líka. Já, samanlega. Hvernig gat það gerst að flokkur fólksins vann kosningarnar í Suðurkjördæmi, framboð sem hafði ekki fyrir því að opna kosningaskrifstofu? Þeir voru bara með svo góð stefnu viðmið, það er yfirlýsingar. Er það ekki það sem Inga Sæland sagði? Þeir lofuðu bara svo mörgu sem við kalla núna stefnu viðmið. Já, líka hún sagði líka bara við fengum ekki 51%, þannig að þurfum ekki að gera þetta. Þá þurfum við ekki að standa en það sem að mér fannst reynda skrítið af því að fólk í Suðurkjördæmi er frekar skynsamt og svona hugsandi fólk að það skildi á trúa þessu. Já, sammála því. Ég verða að taka undir það. Hvort er meira gaman að vera dýralæknir eða þingmaður? Dýralæknir. Ádráttalaust. Þessar spurningu átti Pálína Axelsdóttir. Framsókn hefur talað fyrir því að búvörusamningur sé rammi til þess að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifæri sem felast í sveitum landsins í þágu bænda, neytenda og samfélagsins alls. Nú er framtíð búvörusamninga í hnút eftir að þeir voru taldir brjóta gegn stjórnarskránni. Voru þetta góðir samningar fyrir bændur og voru þetta góðir samningar fyrir neytendur? Er verið að vísa hérna í búvörulögin? Já, mættalega, já. Já, ég held að þetta hafi verið nauðsynleg breyting og í samræmi við að skapa svipaðar aðstæður fyrir bændur í Íslandi eins og í bændur á Norrlöndum og Evrópu reyndar bara allstaðar. Og það er bara mjög mikilvægt að Hæstiréttur klári að fara yfir það mál. Það er algjörlega útilokað að þetta endi eins og það er í dag að einhver einn héraðsdómari segja að það sé stjórnarskrárbrot það sem Alþingi gerir. Það voru helvíti mörg lög illa farin. Já. Og ég hættu. Magni Már spyr, hver er tilgangur Framsóknar nú þegar allir flokkar styðja bændur og bændur eru lítill hluti landsmanna?
Ég vildi hitta hann Magna vegna þess að ég hef ekki heyrt nokkurn hérna af þessum flokkum tala eins og okkur. Er það málega? Satt best að segja. Já. Og Framsókn auðvitað ekki bara bændaflokkur, þó hann sé sprottin upp úr bændasamfélaginu, þá hann, eins og ég nefndi áðan, bara gríðarlega sterkur á sveitastofnstíðinu hringinn í kringu landið og það er mjög mikilvægt fyrir lýðræðið að það sé til öflugur miðjuflokkur með skýra stefnu og við erum þar. Já. Hvernig má bæta afkomu íslenskra bænda sem segir margir hverja rekstrarumhverfi þeirra gangi varla upp? Með búvörusamningum sem að þurfa að vera í anda þessum að norskir bændur gera við ríkið. Subway menn spyrja, hittarðu eða ristarðu bátliðin og hvaða bát ferðu þér? Sko Erfið spurning hversi? Ég myndi ristan. Já. Það er helviti langt síðan, ekki segja það. Nei, sé ekki orð. Við segjum það ekki. En það er vegna þess að ég skar svolítið niður hveitiátt og það er með brauð og var jafnvel svona ketósinni tíma. Já. En bátarnir er geggjaðir sko. Já. En hann myndi ristan. Þeir mega eiga það, ég myndi ristan. Ánægð með. Já, ég rista líka. Birkir, ert þú ekki líka rista kall? Jú, sko, ég mér finnst bæði betra. Þú skiptir þessu upp? Já, hún stokkar þessu upp, ég er ánægð með þig. Ristar fyrst og hittar svo. Og svo aftur. Fyrst, ég kannski take David Jones líklega besta millimáli heiminum. Hefur smakkað dölurna frá þeim? Hann er líklega ekki rætt á að setja húðar dölur. Húðar. Já, súkkulaði eða einhverju. Já, ég hef örgulega stungið þeim uppi. Það eru agalega góðar. Dölur eru góðar sko. Játríkar og fullar af vítamin. Dölur eru góðar. Já, sammála því. Og það er búið að setja súkkulaðar og örgulega enn betri. David Jones, Árvaldur Freyserinn, hann spyr einfallega, hver ertu stoltastur af sem stjórnmálamæður? Vá, þessi góð. Að ljósleira við Ísland. Já. Dreifbýl Íslands. Já, var það fyrir þína tilstöðlan? Ég skrifaði grein og leiði 2 ágætum herramönnum að vera með mér á greininni í Mogganum sem hét Ljós í fjós árið 2013 í aðdraganda kosninga. Herramennir voru Gunnar Bragi Sveinsson og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. En ég var þá búin að vera að vinna í þessu máli, hitta Pál í Mílu og fara yfir það að þetta tækifærið fyrir landsbyggðina og bara Íslandi hilsinni væri að dreifbýlið er ekki alltaf einhvern veginn langt á eftir og erum að ljósleiðara væða til þess að tryggja möguleika fólks að velja sér búsetu eftir eigin vali en ekki vegna þess að þeir sem að gætu til dæmis unnið að heiman gætu bara sett sér í stað að því ég ætla bara, mér langar að búa á Flúðum eða mér langar að búa í Aðaldalnum. Ég er alltaf að segja Reykjadalnum þegar kona mín er það fyrir norðan. Bara hver sem var og geta gert það vegna þess að þetta voru nútíma samgöngur. Þetta var bara svona vegir hinna nýju tækni þá fyrir. Einmitt, er þetta líka í dag, er þetta sjálfsagt en þetta var það ekki þarna? Þetta var, okkur þykir þetta sjálfsagt. Fæst lönd í heiminum hafa náð þessu og 2018-19 voru við talin vera fremst í heimi í fjarskiptum af 3 ástæðum út af því að við vorum búin að ljósleiðra við að meira og minna dreifbýli vegna þess að við erum svo nýjungagjörn að við kaupum alltaf alla nýja tækni og bara samkeppni fjarskiptafyrirtækjanna í að bjóða okkur þjónustu. Já. Pétur Jónsson og Tristan Þórðar voru með keimlíkar spurningar, ég ætla að taka með það besarlega slengiðum í eina. Er Halla efni í formann? Það getur bara vel verið. En hún er bara nýja á þingi og það er hún bara svo allir hinnir að delivera og svo er það græsröddin sem velur formann og ég hef bara verið svo heppinn að hún hefur valið mig í nokkur ár. Takk. Jan Martin spyr, heldur að Framsókn og Miðflokkurinn gætu verið saman í stjórn? Já, ég hugsa að það sé. Það er enda gríðarlega langt á milli okkar sko, þó Miðflokkurinn hefur upphæðlega verið stofnaður kannski til höfuðs Framsókn þá er hann náttúrulega bara langt hægra megin við Sjálfstæðisflokkinn í dag. Já, meinar? Já, hvað á ég og Sigga Andersen sameiginlega. Annað en að við vorum saman ríkstjórn. En Simmi er búin að breytast úr miðjumann í hægrimann? Já, kannski var hann alltaf smá hægrimann, ég veit ekki. Já.
Hefði Framsókn ekki átt að fara miklu fyrir framkvæmdir á nýri þjóðarhöll, spyr Óli Mali? Jú, ef við hefðum getað það, þá hefðum við gert það, en ég held við bara ekki komist hraðar í verkið og aðalatrið að það tókst og framkvæmdir í gangi og og það mun rísa og handboltamótið 31 verður í henni. Vá, það verður geðvögt. Og þá fyrir við Sundabraut í leiðinni, þú sé. Já, það er góð tíma, maður. 31 er frábært. Ég get ekki beðið þetta. Hvar fær maður bestu þumarhringana í dag, spyr Sveinn Þráinn? Þannig, bara taka hana af baugfingri og tróða hana upp á, en það get ekki allir, vegna þess að kjúkan á þumlunum, er yfirleitt miklu breiðar heldur en kjúkan á baugfingri. Bara ekki á mér. Og hringurinn endaði þarna og hún líður rosa vel Þú ert að fara að skipa ríkisstjórn og þarft að finna ráðuneyti fyrir sjálfan þig ásamt Steingrími Hermannsinni, Guðna Ágústinni, Sigmundi Davíð, Valgerði Sverrisdóttur, Halldóri Ásgrímssyni og Lilju Alfreðs. Hvernig myndi sjá ráðara kapall líta út? Þess er erfið það. Já, þess er erfið. Hún er svo margslungin, sko. Já, hún er sko, alltaf sé nú ekki, þó ég hafi nú bara verið rosa glaður og fundist ég bara eftir á staðum ákveðlega vel í fórsæðsráðuneytinu. Ég hef ekki séð þetta denna þar, Steingrim, var hann ekki frábær? Mér sagt það. Og svo þyrfti vera að þessu einhvern veginn. Já. Ég er nú ekki alveg með öll nöfnum. Halldór ætti náttúrulega sko fara í fjármálaráðuneytið. Já. Er eitthvað ráðuneyti sem hann var á leiðinni þangað held ég þegar hann þurfti að fara í sjávarútveginn í ríkisstjórni á Steingrími. Þá hringdi Steingrímur í hann kvöldið og sagði Halldór minn, það er allt í skralli í sjávarútveginum. Þú verður bara að fara þangað. Þá var sko búið undirbúa partí miðnættið í fjármálaráðuneytinu. En hann kom aldrei, því hann fór bara hann nóttina að taka á en þá einu sinni á vanda sjávarútvegsins, en gerði það vel að nú er íslensku sjávarútvegur eitt best rekni sjávarútvegur heimi. Já. Er eitthvað ráðuneyti sem að þú svona hefði viljað taka? Kannski út ungur ennþá, en svona eitthvað sem að ég hef verið flottur þarna. Já, sem að ég hef ekki verið. Já. Sko, mín reynsla er svo að semst öll ráðuneyti er spennandi að því að þegar þú hefur áhuga eiginlega á öllu, sko. Það verður nú gaman að vera dóms- og kirkjumálaráðherra. Já, já, fara hans í kirkjuna, já. Þetta var nú bara út í loftið að því að en já, ég held að svo er auðvitað utanríkismál núna dálítið þungavíktarmál. Já, heldur betur maður. Þannig að kannski hefði maður áhuga því. Já. Klart mál. Þá er bara komið að loka leiðnum sem eru hraðaspurningarnar. Já. Ná, meðan þú kemur í þeir í stætingar. Fekk ég að sendar? Já, fyrstar sendar. Þetta verður vettlingatök, þetta verður ekkert. Nei, það eru ansi þægilega. Já, en talað hluti sem eru þægilegir, bónus. Berjast auðvitað. Þeir eru með þeirri liði? Já, sko, þeir berjast auðvitað gegn verðbólgu í landinu. Eins og Sigur Ingi gerði sem fjármálaráðherra. Veita byrgjunum aðhald og gera það vel. Já. Orri Hlöðvers, hann var mættur í frumir á morgun. Stimpla. Jú, hann mættur stimpla. Ég vonan stimplu mig græn á morgun. Það kemur allt í ljós. Svo er það Kemi, K2 Pro, hákjaða bílavörur í miklu úrvali. Hermann Guðmundsson, ég elska þig. Já, hann er bara, hann er að gera frábært mót. Ég hef svolítið verið að horfa núna í einnóta hanskana 9-8. Já, ég hef búin að heyra eitthvað að þeim. Sko, þeir eru svartir. Þessi bláu eru þreytir. Það er kannski að taka þumarhringinn að þér áður en að ferði á. Þú voru að spyrja Sigur að því. En Sigur Ingi, ertu komin í stellingar fyrir ræðspurningarnar? Já. Bónus byrja þá að spyrja sérréttur í eldhúsinu. Lasagna. Hvenær þarftu næst að fara með bíliðin í skoðun til Orra? Í mars. Já. Ef þú mætti velja þér hvaða bílavarahlut sem er í heiminum, spyrja Kemi minn, hver var það? Hvaða bílavarahlut? Máttu velja á þess að sé bílaður? Já, bara eigan. Já, ég þarf geislaspilara í bílinn. Já, svo marga góða geisladiska. Kaffi eða síkó? Kaffi, ég hef aldrei getað reykt sígarettur. Spettur. Uppáhalds staður í heiminum? Heima hjá mér. Ef þú mættir aðeins reyka bú með kindum
eða aðeins reyka bú með kúm? Vá, góð. Kúm. Besta kvikmynd allra tíma? Það var Godfather. Þannig að Lord of the Rings myndnar komu. Óvænt. En ég ætla bara að halda mig við Godfather því að það var svo sterk upplifun. Þá verður sungur. Já. Maður áhrifigjarnari þá. Tónleika með hvaða hljómsveit sem í heiminum? U2. Í Dublin. Vá. Í Dublin. Þinn helsti veikleiki? Helsti veikleiki? Tja. Það lítið. Jú, það alveg náður. Það bara svo mikið veljur, strákar. Ég gæti verið sprekkar á mótana. Já. Halla Tómasdóttir eða Halla Hrund? Sem hvað? Halla Hrund. Þú ræði hvernig þú túlkar þessu betur. Halla Hrund, hún þingmaður minn. Já. Það var bara komið að loka spurningunni. Þetta búið að vera hrikalega gaman hérna með í kvöld. Já, bara geggjað. Takk hella. En ef við endum þetta á einu ráði til þeirra sem vilja ná langt í pólitík hús fólks. Já, það bara að sýna raunverulegan áhuga á nærumhverfi sínu. Mín reynsla var svo að fara gegnum sveitastjórn, af því að það svona nærsamfélag. Það bara ekkert óeðlilegt. Þú fáir bara strax áhuga á því að bæta eitthvað kringu þig. Og ef þú gerir það vel þá eru allir vegir færi sko. En fyrst og fremst verður þetta að vera bara genuine, raunverulegur áhugi á að bæta samfélagið. Sigur Ingi Jóhansson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna. Það ótrúlega vel. Sömuleiðis. Takk fyrir. Gaman að vera með ykkur.